Ok, Kitta, við erum að fara að ræða mjög vinsala seríu á Netflix. Dahmer, eða Monster the Jeffrey Dahmer Story, svolítið langur titill. Ég var 50-50 hvort þetta gera þátt þessu seríu. Einfallega vegna þess að mér fannst hún frekar óþægileg á köflum og þetta er alltaf byggt á sannsögum atburðum. Þessi maður var til, hann myrti alla þessa menn. Þetta er svo ógeðslegt. Þetta er það. Og núna eru allir að tala Jeffrey Dahmer. Þannig að, veist, er það rétt eða ránt? Eigum að vera að veita svona mönnum athygli, allt þetta fór sem gegnum hausinn á mér. Og eins og sé, ég var að báðum áttum, svo kláraði ég seríuna þegar ég sendi þér skilabóð fyrst. Þá spurði ég þig, hefðið þú áhuga á að gera þennan þátt með mér? Því ég veit að þið finnst það áhugavert. Svona mál finnst þér áhugavert. Og þú varst til í það, þá er ég ekki búið með seríuna. Ég var ennþá svona 50-50. Svo kláraði ég seríuna, mér fannst þú rosalega góð. Ef ég líti á þetta sem dramatískt verk, bara dramaþætti, eða spennuþætti, mér fannst þeir vera mjög vel heppnaðir. Og ég var líka að fá skilabóð frá fólki. Það var að spurja mig, ætlar að gera Dahmer þátt. Þannig ég ákvað bara, ég ætla að kýla á þetta og vil gera hann með þér. Þú varst fyrsta manneski sem datt í hug. Þú varst til í það. En þá var aðeins að segja mér, með Jeffrey Dahmer, þekkjur vel hans sögu, áður þessa seríu. Ég veit að það þekkja flesti Dahmer, en hversu vel þekktur hann? Var eitthvað sem komur á óvart? Nei, sko, eiginlega kom mér ekkert á óvart. Það eina sem kom mér á óvart var bara hversu oft hann var næstu, þú veist, það var... Tekin? Já, og hefði átt að vera tekin, þú veist. Það var það sem kom mér á óvart, en annað kom mér ekki á óvart, því ég hef búin að kynna mér hann eins og svo marga aðra svona geðsjúklinga vel. Svona fjöldamorðingja? Já, Þannig að þú þekktir söguna hans alveg nokkuð vel? Já, en sko ekki kannski barnæskuna en svoleiðis, en ég er reynda búin að kynna mér aðeins eftir að við töluðum saman. Ég er búin að horfa svolítið á svona þætti, alvöru, þú veist, alvöru aðstandendur, pappans og svoleiðis, sko. Já, við tölum við það fólk. Já, þannig að ég er svona, núna veit ég, og ég er alveg með aðra mynd á hann núna. Þú ætti að horfa á aðra mynd núna? Nei, ég er með aðra sýn á hann. Eftir þessa seríu? Eftir þessa, afsakið. Eftir þessa seríu og það breytti svolítið áliti mínu á hann, sko. Hvernig þá? Sko, hann var alltaf ógeð Algjört? En ég á einhvern hátt vorkenni honum eða vorkendir honum? Nei, ég vorkenni honum fyrir lífið sem hann átti. Já. Skilur við. Já, hérna. Það er að hugsa til þess að hann var einu sinni barn. Hvað varst það nær? Já. Ljúa. Afsakið. Þetta var, ég get ekki stoppað þetta. Nei, það er alveg rétt. Ertu góð núna? Er allt í góðu? Já. Það sem ég vildi segja er að það er erfitt að hugsa til þess að hann var eins og barn, en hann átti foreldra, hann átti sína barnæsku, alveg sem að hvernig hún var, hann átti sína barnæsku, hann fór í skóla, hann gerði allt sem að venjulegt fólk innan geðslappa gerir líka. Já. Af því að fyrir manni er þetta bara skrimsli. Já, sko fyrir þú veist, ég veit ekki alveg hérna... Að því er ekki erfitt að vera með eitthvað samkennd í hans garð, skilur við, því að það sem hann gerði var svo svakalegt og hann eyðilegur svo mörg líf, ekki bara lífið sem hann tók, heldur líka bara fjölskyldunar ímyndaðir. Já, hversu mikið þetta hefur eitrað út frá sér? Þú veist, ég get ekki einu sinni sko ímynda mér að einhver myndi drepa barnið mitt. Ég held að ég myndi bara drepa hann, þú veist, finna leið til þess að bara skjóta hann í réttasali eða eitthvað, sko. Þú veist, ég get ekki ímynda mér það. Það er ekki að setja sér í spór. Nei, en mér veist svo, ég held ekki að þættirnir hafi verið gerðir með það að leiðarljósi að fá vorkunn fyrir hann. En ég sá bara svona eins og þegar að hann var opaslega einrætt, þú veist, hann átti erfitt með að eignast vini. Samkvæmt seríunni virtist það bara ekki eiga neitt vin. Hann átti enga vini og
þarna bara, þú veist, ég þekki svona börn, skilur, þú veist, sem að eiga enga vini og eiga, þú veist, hann eins og hann sé með svona einhverja tengslaröskun. Já, einmitt. Þú veist, hann á bara erfitt með að kynnast fólki og svo alltaf þegar hann að kynnast þessum mönnum, þá hann í glasi. Já, veist, og alltaf drekkandi. Alltaf, og hann alltaf bara, þú veist, hann alkoholisti og hann með aðskilnaða kvíða. Þú veist, ég var að reyna að horfa líka, þú veist, hvað að, skilur, það svo margt að. Þetta og mér finnst einhvern veginn ekki, ég held að hann hafi freka verið bara eitthvað skertur frekar hann að vera illur. Skilur mig, þú veist, jú, þetta þetta illt, en ég held í alvörunni að hann hafi verið bara svona Þú segir skertur, þú ert ekki að tala endla illa gefin eða eitthvað svoleiðis. Nei, bara vantar eitthvað, þú veist. Já, mitt. Og það hefði verið hægt að tjekka á heilanum á honum, hefði verið bara, þú veist, og bara sálfræðilega, skilur við. Heldur þú, hver þín tilfinning, ef að segjum að hann hefði verið settur bara í fóstur, bara mjög snemma, þess að hann ætti sömu líffræðilegu foreldra, en hann hefði settur kannski í fóstur hjá öðrum foreldrum, fengið öðru sér uppeldi. Heldur að hefði þetta komið veg fyrir þetta? Eða var þetta bara svona döðdæmt frá byrjun? Sko, hann alltaf byrjaði á því að vera að krefja dýr og roadkill og svona með pappa sínum. Og þarna var pappans bara að reyna að hjálpa honum. Og skringilega þá? Já, ég myndi aldrei vera eitthvað bara svona, hei, ég var að fara að krefja dauða fuglar, Hrafnhildur mín, þú veist, við dóttur mína. Maður myndi frekar finna upp á einhverju öðru, dúkkulísur og... Þetta frekar óeðlileg hegðun. Að sjálfsögðu, þú veist, þetta ógeðslega óeðlilegt, en pappans einhvern veginn virðist vera, þú veist, hann einhver vísindamaður, en hann var eitthvað svona... Ég man ekki svo hvort það komið fram almennilega í... Nei, ég sá það í viðtali við hann, sko, hann svona scientist eða eitthvað. Og þess vegna var hann líka alltaf að reyna að svona krifja hvað hefði klikkað, sko. Og ég held að, þú veist, krifja dýr, ég meina, ég veit ekki hvernig þetta fór nákvæmlega fram og hvað þeir voru að gera. Hann tala alltaf taxidermy, nei, eitthvað svo leiks. Já, það stoppa upp dýr. Já, en ég sá aldrei neina uppstoppu dýr þarna, sko. Nei, þeir gerðu það reyndar ekkert. Nei. En töluðu um það? Já. Allavega hann? Já. Dómur sjálfur? Og líka þegar hann var heima í ömmu sinni, þá var hann alltaf að segja þetta, this is taxidermy. Þegar amman svo að spyrja lyktina. Já, við förum maður svona almennt bara hann, svo fyrir aðeins inn í seríuna sjálfa, en ég meit ákvæmlega að gera hennar þátt, að þetta auðvitað leikinn sería, ég hef stundum tekið fyrir sjónvarseríur, það allar að tala um þessu seríu, hann að trenda núna bara Twitter og Netflix, bara öllum samfélagsmiðlum, og manni finnst það ekki pínu, það náttúrulega galið, fólk með tattoo að Jeffrey Dahmer á sér og... Það ætti að skoða það fólk, sko. Það crazy. Það bara crazy og auðvitað þetta, sko ég aldrei hlynnt því að setja neitt svona fólk upp á einhvern stall. Glamur að setja? Alls ekki, þú veist, bara þú veist, mér finnst það galið. Fannst þið sér engið það? Nei. Ok. Mér finnst það ekki, sko. Ég sammálaður. Því að, þú veist, hann bara... En þú veist, ég fekk meira tilfinningunni að þetta óbúslega veikur maður. Þú veist, óbúslega sjúkur, sko. En það rosalega, já, algjörlega, pottjætt, en þegar maður sér viðtöl við það, alvöru viðtöl, hann alveg, hann svo kaldur einhvern veginn. Já. Og vélrætt, en viðurkenndi allt samt, hann var til dæmis ekkert að fela neitt. Nei, og hjálpaði til við að reyna að finna líkansleifarnar. Já, maður á svo erfitt með einhvern veginn að setja þetta saman. Þetta held ég, rosalega margir þættir settir saman, sko, hvað bjóð til þessa manneski sem hann var, þú veist. Það að hann var yfirgefinn. Já, það nefnilega mikilvægt. Það líka kemur fram svolítið í seríunni. Já. Fóldrarna svolítið bara svona... Þau bara yfirgáðu hann. Já. Bara einhvern veginn. Já, og mammans yfirgáðu hann og tók bróður hans með, en skildi hann eftir. Já.
sem rosalega sérstakt. Jú, hann var alveg 16 ára eða 17 ára þá, en hann bara barn, skilur við. Þú ert ekki fullorðinn 16-17 ára. Alls ekki. Og ekkert hæfur til að sjá hann sjálfur. Og hann einhvern veginn bara, ég held að það sé eitt, hann er með svona abandonment, issues. Aðskilnaðarkvíða, alveg, já. Og hann er náttúrulega samkynhneigður og þetta var ekkert auðvitað tími til þess að vera samkynhneigður, skilur við. Alls ekki. Hann berast til það með líka svona. Já. Og hann er, og hann á erfitt með að kynnast fólki, óbúslega feiminn, og rosalega taktlaus í mannlegum samskiptum, það séð það í skólanum, þannig að fyrir eitthvað svona karakter, og görðin hinn er bara eitthvað svona, þú ert svolítið skrítin. Það var vandræðalegt, sko. Já, vandræðalegt. Ég held, einmitt að, í dag væri hann örugglega með, persónuleika röskun, greindur, skilur, og örugglega bara, einhverja einhverfu. Asperger eitthvað, ég er engin sálfræðingur, ég veit ekki neitt um þetta, en ég fæ svona tilfinninguna að þetta er svona gaur sem að bara svona á hvergi heima, skilur, í neinum vinahóp, í neinum nema hjá ömmu sinni, ammans var eina manneskjan sem hann sýndi einhver svona ást bara í lífinu, þá er ég að tala um bara affection, bara, bara tilfinningar, væntumþykju, skilur, og góðar tilfinningar, hann gerir það ekki við pappa sinni eða mömmu, en ammans, hann elskaði ömmu sína, sko. Mér er líka bara svo áhært að hugsa til þess, bara, hefði verið hægt að koma í veg fyrir þetta. Þá er ég að tala um bara alveg strax fyrsta fórnarnambið. Hefði verið hægt að koma í veg fyrir það að Jeffrey Dahmer myndi drepa? Pottþétt. Þú heldur það? Já, ég held það. Ekki spurning. Ég held það líka, því að ef þetta kannski verið aðrir, ég vil ekki vera kennendilega foreldrum þetta, en ef þetta kannski aðrir foreldrar, sem veitum þess ekki þá ég gefa hann, að því pappas virtist heldur ekki verið til staðar á þessu tímabili. Mamma segir það, bara hvað varst þú? Já, mammans fór og pappans fór, haldandi það að mammans væri þarna. Þegar hann kemur heim hann. Já, þetta er allt rosa skrítið. Þá kallar hann Joyce eitthvað á mömmans, að því hann heldur á þau séu þarna heima. En það sem ég vildi segja, þau eru fara þá bæði, hann er eitthvað á okkur tímabili, svo veit mann alltaf ekki nákvæmlega hvernig þeirra samband var við hann. Það er væntanlega ekki verið sterkt. Nei. Og það er líka spurning ef þetta verið aðrir foreldrar, eitthvað annað fólk sem hefði þá kannski getað að spotta þetta fyrr. Að það eru atriði í seríunni sem mjög svona átakanleg þegar kemur að þeirra samskiptum, pappans og hans, eins og þegar pappans kemur með nýju konuna, sem virtist vera rosalega fín kona. Já. Þau fara á okkur veitingastað. Það segir Jeffrey við pappa sinni rauninni. Já. Ég er að... Klippti þetta út, ég var að setja með varslag. Ég var ekkert að klippa þetta út, það sé það ekki. Ég er bara kaman á mér. Þegar þau eru að tala saman, þú búin að hnerra rekast í mækin. Ég eftir bara að prumpa og rópa í mækin. Ok, fyrir ekki. Það atriði. Já. Þar segir Dahmer við pappa sinni. Bara ég er með alls konar hugsanir og ég er með rauð flögg allan daginn. Og beinum aðstótt. Nákvæmlega. Beinum hjálp. Bara nennur að hjálpa mér, pappi nennur að hlusta á mig. Mér fannst alveg erfitt sem faðir, því nú horfum við öðruvís á svona eftir ég egnaðist barn sjálfur. Ef að strákur minn sæti á móti mér og myndi byrja að segja eitthvað svona um mig, að ég myndi bara offa það. Já. Hann fór bara að tala um eitthvað allt annað. Pappin. Það var ég er sammálaður og þegar hann var á Miami og eftir að hann var í hernum og þá er hann að tala við pappa sinni í síman og pappan segir eitthvað svona, þú veist hvernig líður og eitthvað og hann fyrir að gráta bara, please can I come home dad, bara, má ég koma home gerðu það og hágrætu og pappan sækir hann á, hann fer svo bara tilbaka. Það var eftir að hann var reikin, ég man ekki alveg hvernig það var. Nei. En hann var alltaf reikin á hernum, það hætti hernum eða eitthvað. Hann var að vinna í sláturhúsi á Miami. Það var 8-10 eitthvað. Já. En þú veist, þá er hann bara, þá er hann að drekka og pappan segir eitthvað við hann,
Mér finnst þú alltaf vera bara slurring eða svona þvoglumæltur þegar ég tala við á sunnudum ert að drekka, þú veist, og þegar það var alltaf að reyna að láta hann hætta að drekka, þú veist, en hann bara gat það ekki. Og þá fer hann að gráta og segist vilja koma heim. Og þá kemur hann heim og fer til ömmu sinnar. Já, einmitt. En í rauninni, í alvörinni, þá var hann kom hann heim, bjöð hjá þeim, pappa sínum og þeim og þau fengu nóg á honum að því að hann var átt að vera að leita vinnu og hann þrætti það, hann sagðist ekki hafa tíma fyrir að fá sér vinnu að því að þau var að láta hann gera svo mörg heimilisverk, þú veist, og svo var hann bara fullur, þannig að stjúpmamma svo var alveg bara svona, ok, heyrðu, þetta er ekki að ganga, þannig að pappa hans fekk þessa fínu hugmynd að senda hann til ömmu að því að þetta var, þau áttu eitthvað sérst samband, sko. Já, mitt. Og en mann leiðsamt pínu, eins og þegar hann kemur til ömmu sinnar, eins og pappin væri svona pínu dömp honum bara. Það ég mér finnst óþægt að díla við þetta, ég nenni ekki að díla við þetta. Pappin er ömmunar. Já. Og bara, þú veist, við ætlumst til þess að þú sért að sína lit hjá ömmuðinni og eitthvað. Og þú veist, þá kemur hann gerði það, sko. Í alvöru gerði hann það. Þú veist, ég er búin að vera að fara líka yfir hvað gerðist í alvörinni og hvað af þessu var verið að búa til dramatík og búa til meira úr einhverju. En hversun serían sjálf, ég er ekki alveg búin að kynna mér þetta allt, ég kíkti aðeins á þetta fyrir nokkur dögum og var aðeins að lesa mig til og hlusta okkur vitt og svona. En myndur þú segja þetta væri, hvað ég segja, vel gerð sería að því leitum til að hún sé mjög raunveruleg. Er hún að fara mjög nálægt sögunni? Er mörgu breytt? Sko, það er alveg einhvað... Það heildilega litið. Mér finnst þetta vel gert, sko. Og svona frá, þú veist, frá mínu sjónarhorni, þá er þetta mjög markvisst sett upp, skilur, þú veist, hver þáttur. Og maður fara að kynnast karakterum og kynnast áhrifa völdum og í hans lífi, skilju. En það að búa til eitthvað svona óþarfa mikla dramatík sem gerðist ekkert, er mikið af því? Það er alveg soldið og svona, þú veist, má ég koma með dæmi? Já, við erum bara að tala um alla seríuna og fólk sem að hlusta þannig þátt eru væntanlega búin að sjá seríuna. Sko, eins og strákurinn sem Anthony Hughes Tony sem var heyrnarlaus þeir voru ekkert í einhverju svona sambandi. En það sem ég las var að þeir voru búin að þekkjast frekar lengi. Já, það er sagt sumstaðar. Já, er það ekki staðfest? Nei, það er ekkert staðfest af því að það er bara... Ég ætti að vita það nákvæmlega. Þeir tölu alveg saman, þú veist, með miðum þú veist, og hittust á kaffihúsi. Já, Tony var í alvörinni heyrnarlaus, ég ætla að vona að það sé allavega rétt. Já, það er rétt. En hann fékk hann heim til sín, ástæðan fyrir hann fór heim til hans, var til að sitja fyrir á nektarmyndum. Já, einmitt. Já, þú veist, þetta var ekki þannig að þeir var að eiga rómantíska kvöldstund, skilju. Nei, einmitt. Hann var að koma þarna til að fá greitt fyrir að sitja fyrir nakin, sko. Það var eina ástæðan fyrir að hann fór heim til hans, sko. Þetta var bara þannig. Kvöldið þannig að drepa. Já. Og þetta var ekki þannig að hann var að fara, glemt einhverju og kom aftur og hann drap hann bara. Þú veist. En svo las ég annað að hann átt í sambandi við einhvern annan mann og að framleiðandi þáttana hefði henni tekið það samband og Tony söguna og svolítið blandaði saman. Já, getur vel verið. Ég sá það ekki, sko. Eða, þú veist, og líka bara það að, þú veist, maður upplýði svolítið að þarna væri hann hrifinn. Já, samkvæmt seríunni, þá fekk maður það á tilfringuna. Jeffrey væri hrifinn og þeir væri skottin í hverju öðrum. Þú veist, það virðist hafa verið bara búið til, sko. Já, dramatík fyrir seríuna. Já, og líka bara það að hann lét, sko, Tony liggja dáinn á gólfinu í 3 daga inn í svefnherberginu sínu. Ósnertur. 3 daga var hann þarna. Hann var ekkert að sýna honum neina virðingu, svona miðað við það að þú veist, þetta væri einhver sem hann var í hrifinn að, skilur við. Hann var í 3 daga á gólfinu, eftir 3 daga þá tók hann myndir á honum, þú veist, og bara svona byrjaði að taka hann í sundur og svona. Þú veist, Þetta er svo viðbjörnslegt. Þetta er það. Þú veist, hann er bara,
Hann tók myndir, já, þegar af 3 daga gamlu líkinu af honum og tók hann í sundur og svona. Og þannig að hann var ekki, ég fékk á tilfinningunum þetta vera svona fallegt eitthvað samband þeirra á milli. Já, eins og það hefur erfitt fyrir hann að drepa Tony. Já, en það var það ekki. Ég meina, hann var meðan dáin á gólfinu í 3 daga, sko. Það er bara ákveðin vanvirðing, sko. 100%. En hvað finnst þér það þegar verið að taka sanna sögu, alvöru fólk, alvöru atburði, það verið að gera seríu, skemmtiefni, afþreyingarefni, hvernig sem hvernig við líta á það, og þeir eru að breyta. Já. Finnst þér að það bara megi alls ekki, eða eiga þeir að hugsa fyrst og fremst að þeir eru að búa til dramatist efni, þeir þurfa að fókusa á það, frekar en það sé allt nákvæmlega rétt, af því að þetta er náttúrulega ekki heimildaþættir. Hvað finnst þér það? Sko... Buggaði að þeir breyta? Mér finnst það bara óþarfi af því að, það vantar ekkert eitthvað edge í þessa þætti. Það er ekkert að bæta við, mér finnst þetta einhvern veginn, og hlutin sem eru fleiri skilur sem ég skrifaði niður sem ekki réttir og bara það er engin ástæða fyrir þessu. Meina breytingunum? Já, að það er ekkert mér finnst ekkert þurfa að bæta við dramatík. Þetta var, eða, það verið að gera hann mannlegri með því að láta hann vera hrifinn af einhverjum. Þegar hann í rauninu var aldrei hrifinn af neinum þannig. Nema bara líkamlega. Nei, þá vil ég koma með á móti, þetta verja framleiðina sem gera þetta. En þeir náttúrulega að gera leikið efni. Já. Og ef að þeir sem myndir sleppa þessu tónidóti og allt sem gerir hann mannlegri, dómur sjálfan, ef þeir sleppa því allu, þá ertu náttúrulega bara með gæja sem bara sýnir enga tilfinningar og er bara nútral alla seríuna. Hversu áhugavert eða gaman er að horfa á þannig seríu, ég hugsa að það hafi verið tilfinningin þeirra, bara hvað við verðum kannski að sýna það að, ég veit ekki, þegar öllur á botni kvöld, þá var þetta maður, þetta er ekki djöfull sem reis upp úr helvíti, skilurðu, þetta er ekki eitthvað vera. Nei. Þannig að ég bara pæla að þeir hafa gert það þannig, búið aðeins til eitthvað smá, kranka aðeins eitthvað upp, eins og með Tony kannski eitthvað, jú, hann var kannski örgulega hrifun á hann, eða skoðum þann vinkil, ef hann myndi lendi í því að hitta einhvern mann sem getur mögulega hrifun af. Ég segi svona. Mér finnst þeir að vera að fara yfir æviskeið fólks sem var í alveg til og bara þetta fyrir fjölskyldu Tony, þá er þetta örugglega mjög pirrandi. Að það sé verið að búa til eitthvað ástarsambandana þegar hann var bara klárlega fórnarlamb, sko. Ef þú þekktir hann, partur af fjölskyldunum hans, það er líka annað sem ég langaði að spyrja þetta í. Það er að gera svona seríu. Er það rétt? Eigum að vera að veita þessum mönnum svona mikla athygli og... Mér finnst Fyrir hvern er þessi sería? Þetta er náttúrulega bara fyrir svona... Hvað er pointið með henni? True crime aðdáendur. Pointið. Mér finnst... Af því þú nefnir true crime. Já. Það er svona alveg rosamörg true crime podcast og einhverjum þættir og fólk virðist rosa... hrifið að þessu að þeim finnst þetta áhugavert. En það er ekki samt smá munur af því að þau podcast, þeir stjórnir sem með þannig þætti, er það ekki meira svona heimildar? Jú. En þannig ertu komið með leikið efni. Þetta er nefnilega ekki heimildaþættir. Mér finnst það aðeins öðruvísi. Já, mér finnst þá, ef að þú ætlar að vera svona leikið efni, og þú ætlar að bæta við alls konar, dóti, þá áttu bara að láta fólki heita eitthvað annað, skilju. Af því að þarna er verið að nota Jeffrey Dahmer og það er verið að segja að þetta sé hans reynsla og bæta alls konar inn í og sem að fólk bara ákveður auðvitað er þetta rétt að þetta er gert eftir þessu. En ef þú ætlar að segja söguna, þó hún sé leikinn, þá finnst mér að þú er að vera bara halda við staðreyndir, sko. Ekki vera að búa til meira, af því að ég held að það er ennþá, þetta er ekki það langt síðan. Það er ennþá til fullt af fólki sem að var hana og... Sem er á lífi? Já, sem uppliði bara þvílíkan viðbjóð í gegnum þetta allt saman. Og bara að virðingu við aðstandendur og eftirlifindur og þá sem að,
voru í kring, þá finnst mér að þeir eigi ekki að vera að bæta inn hlutum eins og þessu að þeir hafi verið, það var bara ekki raunin. Þannig að þér finnst það kannski, mér finnst mjög áherslu að pæla í þessu, finnst þér það í rauninni bara sem að þú erir kvikmyndagerðarmaður og þú ætlar að gera seríu Jeffrey Dahmer en þú ætlar að gera heimildaseríu líka, eða skilur það bara sömu reglur? Sko heimildaseríur eru bara allt öðru í sig uppsetta náttúrulega. En þá náttúrulega farið alveg til staðreyndu. Já, það er tala við fólk og þú veist, eitthvað svona, þú veist, það er enginn að leika. Enginn að leika og í nokkuð sem það alltaf, þessu bestu heimildamindir eða seríu sem eru séð, væntanlega ekki að búa neitt til. Nei. Þannig að það fólk sem gerir þannig seríur fer eftir þeim reglum, bara herðu, við erum að segja hérna satt og rétt frá. En verða að vera sömu reglum fyrir kvikmyndagerðar fólk sem gerir þá leikna seríu byggða á þessum atburðum. Skilur hvað ég að fara? Já, mér finnst það þurfa að vera ef að hérna segjum að hann héti bara eitthvað, þessi sería héti bara Gunnar Jónsson hérna saga hans, eitthvað skilur og það kæmi, það er byggt á sannsögulegum atburðum, skilur þú veist. Já, þeir finnst þegar þú átt að breyta í rauninni, eða þeir vilja gera fjöldamorðingja seríu. Já. Það ætti að gera bara eitthvað nýtt, en kannski innblásið úr. Já, ef að þeir geta ekki verið með staðreyndirnar, skilju. Mér finnst hryllingur nógu mikill að þú eigir ekki verið að skreita með einhverju ennþá verra eða einhverju ennþá betra og láta fólk trúa því að þetta sé, af því að það eru margir sem bara horfa á þetta og ekkert meir, skilju. Og halda það bara alltaf að Tony hafi verið kærastinn hans og þú veist, allt þetta með svona alls konar hluti sem eru breytt og gert öðruvísi, verra eða betra að þú veist, þú heldur og þú sért að fá bara sannleikan að því að þetta er Jeffrey Dahmer og hann var til og hann gerði þetta allt en svo verið að bæta svona inn í mér finnst það bara ekki rétt. Nei, mér finnst það eiginlega, þú veist, ef þú ætlar að gera þetta eftir með öllum raunverulegum nöfnunum og þessu öllu skilur að þá verður þau bara svona svolítið að virða þá bara fórnarlömbin með því að vera ekki breyta sögunni þeirra skilur mér finnst það þetta er ekkert eitthvað ég er ekkert að segja að það sé ekki bara aðri með aðra skoðun, mér finnst bara þegar þú verður að styðast við staðrendir þegar þú ert að segja Jeffrey Dahmer story, skilur við Ég er alveg, það er ein mynd sem ég hugsa alltaf og það er myndin Braveheart, Mel Gibson ég vil alltaf gera mig grein fyrir það alltaf eitthvað sem gerist fyrir löngu síðan, en maðurinn var til Já. Þessir atburðir áttu sér stað en þeir breyttu í rosa miklu Já það eru margir sem voru mjög ósáttir og þetta var ekki svona og þessi gerði ekki þetta og eitthvað. Þannig að handriðshöfundurinn tók sér það bessaleyfi, bara ég ætla þess að breyta að þá virkar verki kannski mögulega betur sem dramatískt verk. Og ég hef alltaf sagt, eins og í því tilviki, það ætti að vera fókus nummer 1. Að þeir eru að gera dramatískt verk, virka það eða ekki, og hver er besta leiðin til að gera það? Ég hef alltaf ég haldi því fram. Svo horfum ég á þessa seríu mitt, það er alltaf miklu nýrri atburður. Já. Og þannig að þetta er búið að fara sem í gegnum hausum ég er ekki ennþá komið svar. Nei. Þess vegna langaði að bera þetta undir þig, bara hvað er réttast að gera og líka bara eins og ég spurði af hverju að gera þessa seríu, fyrir hvern er þetta? Já. Að þetta er ekki heimildaserja. Nei. Og þeir eru að fara frjálslega með ýmsar staðreyndir. Já. Þannig þá spyrir maður sig, er þetta bara eitthvað svona, er þetta shock value, hvað? Það er ennþá, tölum við á hann, fólk er ennþá lifandi sem að og það var rosalega átti einhver tengsl við hann. Já, og rosalega margir aðstandendur sem að vildu bara alls ekki að þetta myndi verið gert. Bara alls ekki, sko. Og maður skilur það alveg. Og fullt af fólki eða mönnum sem að eru aldrei nefndir hana, sem voru samt fórnarlöfina, sko. Já, mitt. Og það er bara út af því að þú veist, að aðstandendur bara fóru bara með þetta alla leið, skilur við. Það mátti bara ekki tala um það. Og ég skil það ógeðslega vel, en þú veist, ég er að segja, þú veist, auðvitað fyrir þetta eftir hvað þú ert að fjallum, þú veist, þú veist, mér finnst bara þegar þú ert að fara yfir æviskeið manns og sérstaklega svona manns og fórnarlömb, að, eins og ég sagði á hann, það bara að virðingu við fórnarlömbin, að vera ekki að breyta þessu. Þetta, þú veist, að því að það er ekkert sem að þið vantar ekkert meira ógeð eða meira drama í þessum þáttum að því að þetta er viðbjóður
og ógeðslega dramatískt og þú veist, allt þetta með þú veist, ég fór yfir líka bara með hans sko, æskuna hans og þetta allt skilju til að tjekka hvort að það væri verið að reyna að láta mann vorkennunum, af því ég fann til með þessu litla dreng skilju en það allt satt sko, þú veist og ég sá viðtal við kennarana að það var alltaf bara hann var bara ógeðslega lítill í sér og inn í sig og innrætn og þú veist, það bara svona nú átti enga vini þú veist, þetta bara svona það mitt sérst greinlega í þáttunum, hann ekkert með hennar vini hann bara, og þú veist ég ekkert, hann fekk alveg maglega málagjöld sko, ég ekkert að ég ekki bara, greið heldur ég, þú veist mér bara svo sláandi að þú veist, hann alltaf að reyna að halda þeim hjá sér, skilju þú veist, mönnunum, já, hann langar svo að hafa á hjá sér, hann svo einmana hann svo svakalega einmana og þetta svo djúpstætt þú veist, hann nær sér í gínu það satt og hann bara var kúra hjá gínunni hún myndi aldrei fara frá honum og það kemur hann fram í þessu einhvern veginn bara why do everybody leave me, why does everybody leave me þú veist, hann segir þetta og þetta það sem hann upplegað, það var allir frá mér þú veist. En þá var mitt svo áhugavert að hugsa að það fullt af fólki sem einmana fullt af fólki sem þetta á æsku fullt af fólki sem átti foreldrar sem yfirgáðu eitthvað en þau gerst það ekki fullt af mörgir. Nei, það alveg rétt en ég held að þetta sé samverkandi þættir hann alltaf bara eitthvað veikur, skilju og ég held ekki að hann hafi fengið eitthvað það talaði þannig að ég sé að pappans hélt þetta væri út af því að hann fór í kviðslitsaðgerð þegar hann var lítill og svæfingin hafi eitthvað brenglaðan þú veist, Lionel hann að pappans hann rosa mikið að reyna að finna af hverju. En það ekki rosalega skiljanlegt? Jú. Að þú færir í svona eftir á, þetta allt komið í ljós bara hvað gerði ég ránt, hvað kom fyrir og bara ég verð fyrir mína geðhils að finna einhverja ástæð Já, og það kemur svolítið í þarna næst síðasta þættinum að þá sér maður þessa hlið á pappans sem að hann bara, þú veist, fyrst hann bara þetta er mér að kenna og ég gerði hann svona og svo fer hann yfir í það, nei, þetta er mömmu hans að kenna og þú veist, þetta er þess að kenna þú veist, hann að leita að öllum ástæðum bara hugsanlega hvernig þetta gat gerst sko. Mér fannst það mjög raunverulegt. Það var það sko. Þegar þau mitt að rífast þetta og hann mitt að þetta er svo mikið áfall líka fyrir þau að hann bara að leita einhverju útskýringu að þetta er svo svakalegt sem þessi maður gerði. Og líka bara þarna að þarna þú veist, konan augljóslega var bara glíma við eitthvað alvarlegt þunglindi, sko. Konan meinarðu mammans? Mammans, já. Þú veist, og það bara, það kemur þarna fram þegar að 1900, sko, Jeffrey var fæddur 1960 og bróður hans held ég 56. Já, var hann eldri? Já. Það getur verið öfugt, ég veit það ekki. Dóm Jeffrey er fæddur 60. Já. Það er 100%. Já, að því að sko, það kemur hana í einu þættinu, þá er 1956 og þá er hún ólétt og þau eru hjá lækninum og hann er að segja eitthvað. En samt finnst mér eins og þegar að, kannski þetta er bara eitt af þessum smáatriðum sem er ekki rétt. En þá er hann að tala við hana að hún er að segja, ég veit ekki okkur ég er ekki glöð og ég veit ekki okkur ég líður ekki vel og þú veist þetta og þá er hún ólétt sko og þá kemur allt þetta scenaríó að ætli þetta hafi ekki bara verið ég veit ekki okkur ég hafa haft þetta 56 en hann er fæddur 60 sko en þetta hefur örugglega að vera þá meðgangan á Jeffrey að því að hún var á lyfjum, fullt af lyfjum á meðgöngunni og það er eitt af því sem að hann hélt Já, pappin talar það. Já, en ég man þegar hún var að fara og var alltaf að draga hinn strákinu eftir sér að hann var yngri, sko. David, bróður hans. Manstu ekki þegar hún er að yfirgefa... Mér fannst þess að hann var yngri. Já, ég er að segja það. Það hlýtur að vera rétt þá. En þessi sena þegar hún er hjá lækninu með hérna Lionel, pappanum, að þá
þá kemur 1956 nema ég hafi bara snúið þessu við þetta er 65 nei, ég held ekki ég bara sérst að rugglast það getur ekki verið en já, allan hún er náttúrulega líka eitthvað bara lasin blessu konan fekk aldrei hjálp við því fæðingaþunglindi var ekki tekt á þessum tíma nei, mitt en hún var alveg að farast úr því þetta er mikil sorgarsaga í alla staði það er ógeðslega sorglegt bara allt í kringum þetta en það var fullt annars sem kom mér ávart að ég þekkti bara ekki söguna jafnvel og kannski margir ég er ekkit mikill svona true crime ykkur fíkill aðdándi eða háhamar þannig að þegar ég var að horfa á þetta þá fannst mér þetta að vera rosalega það var svo rosalega sorglegt maður já, þetta er ógeðslega sorglegt í alla staði og þú veist, og mér finnst líka þegar hann myrðir fyrir fyrsta skipti að þá er hann einn heima búin að drekka dögum saman ger ekki neitt annað og þú veist er það tilviljun ef að þau hefðu verið heima hefði hann drepið, skilur það liði alveg 10 ár frá því hann drap fyrst þannig að hann drap aftur sko það fannst mér áhugavert það liði svo langur tími ég minnst það líka mjög áhugavert sko ég bara þú veist þetta voru en hann drap 17 stráka en hann var bara dæmdur fyrir 15 já það er ótrúlegt að hann mitt drap 17 en bara dæmdur fyrir 15 já ég man ekki að það komi eitthvað fram af hverju það var í seríunni, veistu það? Því að hann viðurkenndi allt sko, en ég held sko ég var með þetta hérna ég held að hafa bara verið að því að manstu maðurinn sem hann drap á hótelinu já, sem hann mundi ekki eftir hann mundi ekkert eftir því og hann var já, bara, er hann þá einn af þessu sem var ekki dæmdur fyrir? Ég held það sko, ég held að hann hafi verið einn af þeim það er alveg bara opinberlega það 17 sem hann drap, sko dæmdur fyrir 15 og hann fekk 900 ár já, og sko, ég held að og það er svo merkilegt þegar ég var að horfa á þegar ég var að horfa á viðtal við mömmans að þá var hann sagði það ennþá og hún spurði hann alveg margoft er það ennþá með þessar kendir eða þetta er þetta ennþá í þér, skilju og hann sagði já og ég er mjög fegin að ég sé lokaður inn að því ég hefði bara hann er ekkert hægt nei, hann sagði ég bara rosa fegin að vera lokaður inn að því ég myndi aldrei hætta og segir manni bara það er eitthvað alveg sem er eitthvað alveg í lagi með hann en það er svo margt sem er það ekki, skilju en hann segir einmitt í lokin þegar hann er að tala við dómaran og kvitumuna þá segir hann ég gerði þetta ekki henni hatri, ég hataði engan nei og máli svo grilla að segja þetta en ég trúi því alveg ég trúi alveg þegar hann drap þá var þetta ekki það því hann hataði manneskjuna nei heldur var þetta bara ég veit ekki svo eitthvað kendir sko, maður skilur þetta auðvitað ekki af því að þú veist, við erum ekki svona þetta er bara svona, skiljum ekki barnanýðingar, skilur við þannig að því við erum ekki, þú veist, með þessar kendir maður skilur þetta ekki, ég skil þetta ekki en á sama tíma þá er þetta bara svona þú veist að maður skilur einhvern veginn að hvað hann er að segja, skilur við ég skil hvað hann er að segja en þú skilur þetta svona ekki? Nei, ég skil að hann er að segja ég ræði ekki við mig en ég skil ekki að hann ráði ekki við sig, skilur við þú veist, þetta er bara að þetta er svo fjarri manni að þetta er bara já, og þú veist og svo var líka verið að gefa í skyn fannst mér á sumum stöðum að hann hefði verið að gera þetta út af því að hann vildi bara drepa svart fólk einmitt, það var að tala það náttúrulega kemur líka ljós í seríunni og löggan í þessu máli maður Jesus það var sko þó þeir séu kannski eitthvað að fara frjálslega með þær staðrendir þá er rosa mikið sem gerðist þess að 2 löggur koma þessum unga strák gerði ekki neitt senda henni bara aftur inn það er staðrend
það voru þessi tvær löggur sem þær voru, þegar maður vísað úr starfi teknur aftur inn síðan mér, sem galið, það ekta til dæmis. Það alvöru, en... Og hún var alltaf að hringja. Glenda. Glenda Cleveland. Jú, Glenda sko... Hún 2 konur. 2 konur. Já, þeir saminuðu. Pamelu, Bass og Glendu. Já, af því að Glenda bjó ekki... Glenda bjó hinum með götuna og Pamela bjó á ganginum, sama gangi. Þannig að þú veist, þetta eiginlega svona, já. Af hverju var hún þá ekki? Nei, kannski á Pamela ekkert að hringja í lögguna eða eitthvað. Af því Glenda gerði það víst. Hún var ofta að hringja. Já, og það var líka sko að því að hún hefur örugglega séð fólk vera að fara inn með honum sko og ekki koma út. Þetta bara svona, þú veist, og hún held ég hafi verið líka þegar að þeir voru með hann ég man ekki hvernig maður ber fram nafnið Konu. Nei, býtu. Ég verð að finna nafnið, ég vil ekki vera að fara með Rangt mál, hann heitir Conerak. Já, Conerak, ungistrákurinn. Já, og það var eitthvað sem ég fattaði ekki, af því ég náttúrulega horfði á þættina tvisvar. Ekki að því að ég sé svo ógeðslega biluð, heldur að því ég ætla að koma hingað. Viltu vera vel undirbúin? Já, og Ég kann að meta það. Já, og þá fattaði ég fyrst þarna tenginguna milli Conerak og hans bróður hans sem slapp Syntha Somphone. Þetta erfitt nafn. Já, hann var 13 ára og það kemur atrið þar sem hann svona lappar, það var svona asískur strákur bara út úr heiminum og það sýnt að amman sér hann eða eitthvað. Það bróðir Conerak. Já, það gerist undan. Já, það gerist undan. Já, og Conerak Conerak vissi af því. Hann segir það með þess að við Jeffrey. Já, hann vissi af þessu. En hann vantaði pening. En ég meina, þú veist, hann vissi, sko, það sem hann var dæmdur fyrir hann Syntha Somphone. Ég ætla ekki svo að reyna að bera þetta fram. Segðu það, Syntha Somphone. Ég bara afsökunar, ég ætla ekki að reyna. Þetta erfitt nafn. Þetta Syntha Somphone. Þetta var fjölskylda frá Laos. Já, og þessi Syntha Somphone var 13 ára þegar þetta gerist. Þetta Syntha Somphone, það ekki fjölskyldunum þig? Hvað minna það? Það rögla. Nú múst alveg að gera mér steikta. Jú, það er það. Jú. Það er það ekki? Af því að hún var að segja Mr. Syntha Somphone. Þú gast þetta? Ég get ekki búið þetta fram. Þú varst. Þetta var flott. Nú þarf ég að vita hvað þegar hún talaði við pappan, þá segir hún það. Syntha Somphone. Þannig að ég hugsaði mér og getur fjölskyldunum ættanum. Ok, bróður hans hét þá... Hvað hét þetta bróður hans? Bittu nú. Var það ekki eitthvað Kitta að fara ekki glósuna sína. Syntha get ekki eins og munna þetta bara milli blaðsína. Þegar hálfum þáttunni það að þú veist að já, ég ætla bara að vera finna namni. Syntha Somphone. Mér finnst bara virðingu við fórnarlömbin. Algjörlega. Við eigum að hafa þetta rétt. Ok, þú ert ekki að finna það. Einfaldasta, Conerak. Ok. Það má alveg bara hraða spóla yfir þetta. Fólk bara slökk á þættu núna? Nei, hann hét Anouk. Ég myndi það eitthvað. Anouk og Conerak. Já. Ok, það er einfaldra að bera þau fram. Conerak, ekki Conerak. Og Conerak. Þetta er ekki Conráð. Nei, Conerak. Já, Conerak. En það var yngri bróðurinn. Conerak. Já, er það ekki? Nei, hann var 13, hann Anouk. Þegar hann slapp? Anouk var 13 ára, já. Og það er sýnt í þáttunum og hann er dæmdur þar. Þarna var hann dreginn til saka, skilju. Horfður ekki á þættina? Jú. Ég horfði ekki á tvisvar. Nei, það er reynda munað mjög miklu fyrir mig. Ég var alveg, já. Þeir náttúrulega í seríun þá flakkar rosa mikið milli tíma. Rosalega mikið. Veist það reyndar oftast þokkalega vel gert? Já. Það var það. En já, ég er bara enn að púsla þess að. Það er náttúrulega, mér finnst rosa mikið sem gerist í seríunni. Það er það, sko, og þessi Anouk, hann sleppur frá honum út úr lyfjaðir og hann kom til hans til að fá $50 fyrir að sitja fyrir einhverjum myndum. En enda bara með því að hann er misnotaður á honum og
það kemur svona atriði sem ég veit ekkert hvort hafa átt sér stað, hann svona út og Palli bara, ætlar ekki að fá $50 þína og svo hann alveg bara kemst heim. Hann hleypar hann í burtu. Já, og og þá einmitt kemur, þá hann handtekinn í... Já, dómur sjálfur, já, hann handtekinn þá, já. Og hann fær 5 ár skilorðsbundið. Einmitt, já, í seríunni, já, þá alveg rétt, í seríunni, þá dómarinn bara eitthvað svona, ég skilði því ekki alveg. Já, einmitt. Bara rasisti. Algjör rasisti, sko. Bara, og var líka bara svona eitthvað, þú minnir mig á son minn. Talaði við Jeffrey, sko. Ég var svo pirraður. Ég sá þetta aðri. Og hann var bara eitthvað svona, herrðu Jeffrey, ég veit að þú komið nýja vinnu og við skulum ekkert vera að segja þeim af hverju þú varst dæmdur. Bara... Ég veit ekki hvort að það hefði gerst. Nei, en þú veist... Það í seríunni... Það var þannig, sko. Það var þannig? Já. Að dómarinn það þurfti ekki að segja neinum frá, en hann var samt settur á svona register, þú veist. En þá þurfti að fletta því upp og eitthvað, skilur. Ákveður að eitthvað hjálpa honum? Herðu, því hann myndi hann á sonans. Hann segir það, hann bara, veist, og bara, já, mig langar að hjálpa þér. Ég var svo pirraður því að horfa á þetta aðri. Þetta ógeðslega hallast. Dómarinn bara eitthvað, Mr. Syntha Somphone. Ég skilði ekki, getur fengið eitthvað til þess að tólka fyrir. Ógeðslega pirraður. Og hann tala bara fín ensku. Já, þú veist, bara, þetta var bara eitthvað svona, já, ok, já. Ég nenni ekki að gera það. Svona victim statement, eða svona hvað heitir, impact statement. En það var rosa mikið í seríunni. Að hann alltaf drepur rosa marga svarta. Og hann segist sjálfur ekki að vera rasisti. Nei. Ég reyndar alveg trú honum að því að hann, allt sem hann viðurkennir, af hverju hann ekki að þóra að viðurkenna að vera rasisti. Já. En hann segir, nei, það ekkert því. Ég held að hann hefði bara laðast að svörtu mönnum, virðist vera. Ég held það líka. En þetta lítur svo illa út, sérstaklega á þessum tíma. Á þessum tíma, já. Og svo löggan bara ger ekki raskat, af því í þeirra huga þá var þetta bara, þetta er bara eitthvað fátækrahverfi. Við nennum ekkert að pæla í því. Og maður verður svo reiður þegar maður horfir á þetta. Já, ég held einmitt, ég er sammálaður, ég held hann hafi ekkert verið rasisti, þú veist, ég held hann hafi einmitt fundist þeir bara æðislegir, sko. Já, ég held hann að laðast meira að þeim. Og þeir voru allir svona, flottir menn og svona. Og ég held einmitt að það hefur bara verið hans svona, þú veist, kikk að vera með svona mönnum og svona litu út fyrir að, þú veist, þetta voru ekkert bara svartir, heldur bara líka af öðrum. Já, þetta voru ekki hvítir menn. Nei, en það var svona indjána, það var eitt sem var svona einhver smá hluti indjáni, þú veist, hann var bara hrifin af einhver sem var allt öðru sem hann greinlega. Já. En ég held að það er meira það heldur en að það hafi verið einhver svona rasismi í honum. En bara, ég segi, þú veist, á yfirborðinu, þú skota bara á pappirum, þá lítur það rosalega illa út að hann er flesta af hans fórnunum eru svartir menn. Já, það er og hvernig löggan tók á þessu og þetta er bara algjört klúður. Þetta er galið og svo eins og þetta hafi ekki verið nógu slæmt að þá bætt við þarna í þáttunum, sko, að hvað var ég að fara að segja? Já, að löggurnar hafi fengið eitthvað svona viðurkenningu. Þeir fengu ekki neina viðurkenningu. Nú, var það ekki? Nei. Já, var það kjaftaði? Það var kjaftaði, sko. Og ég vil að sleppa því svo, af því að það var alveg, ég var brjálæður svo það. Ok, ég hef verið að bulla og ég ætla að segja frá því sem ég er að tala um. Byrju, fengur viðurkenningu? Nei, þeir fengu ekki viðurkenningu. En það var 59, ekki 56, ég hef bara skrifað vitlaust, sem að þau eru þarna hjá lækninum og hún er bara... Já, það þá verið bara meðgöngunum. Á meðgöngunum hans, já. Þannig að hún var náttúrulega að taka alls konar lyf og þú veist, í dag er bara helst ekkit verið að setja konur á mörg lyf á meðgöngu. Það er bara, þú veist, við vitum það betur í dag, sko. Eins og með mömmars Tóni. Það var sorglegt maður. Hún fór að setja okkur lyf. Já. Svo allt henni segir eitthvað við hana, eitthvað læknir eitthvað. Já, herðu. Þetta getur valdið. Þetta getur verið eitthvað svona aukarknir. Hann fær aldrei heyrn aftur, hann er bara búin að missa hana. Já. Og maður er bara, Ok. Takk fyrir að segja mig þannig. Já, það er mjög fínt að veita þannig. Það er svolítið súrt, þú veist, það er verið að gefa líka svolítið sterklega í skyn að mammans hafi bara verið í sko, meðgöngu geðveiki eða þú veist, fæðingarsturlun
sem tilvíst þegar hún hann bara, they exist þú ekki tala um fæðinga þunglindi, þú tala um eitthvað Sturlun, mástu þegar hún var að tala alltaf geimverur og hann alveg, já, farði endilega með bróðum minn og leitaði að geimskipum og hún öskrar á hann það eru til geimverur eitthvað eins og bara eitthvað klikkhaus já, þetta var svolítið sturla ég held að í alveg hún hafi verið bara, þú veist, ekki alveg í jafnvægi en pældi í konunni hvað heit hún, Sherry hver? sem kemur inn já, ég útskrikt nána sem í rauninni ég man ekki hvort að gifta sig jú, þetta að gifta sig þess nýja konan, já þess stjúpmamans þetta heitir Sherry já. Hún virkaði alltaf rosa fín í seríunni eina eðlilega manneskinn en pældi fyrir hana að koma inn í þetta maður já þetta ekki smá pakki maður og þá ég að tala um áður það kemst upp þetta er samt pakki já og hann sko líka bara þú veist þetta byrjar svona þú veist hann byrjar náttúrulega að drepa sko eftir 10 ára pásu þá byrjar hann að drepa heimi ömmu sinni það ekki rétt? Jú, hann draf allavega 3 þar já pældi hann var að gera þetta líka heima hjá annari mannesku það var ekkert heimileg hans ammans bjóðana, hann fekk bara búa að sjá hann í ykkur herbyggi hann er samt að drepa menn þar grafa á þarna hann gróða ekki kjartanum já, hendi mér rust hendi mér rust þetta er svo ógeðslegt og lyktin já, bara þú veist ef þú finnur nálykt einu sinni þá gleymir hann aldrei þetta er bara viðbjóður og nú hef ég bara fundið lykt af döðum dýrum sko það er ógeðslegt ég man ekki eftir að fundið nálykt og ég vona bara ég þurfa aldrei að finna þá lykt já, ég held að það er bara viðbjóður að því svo þegar löggan kemur inn í íbúðunas það er náttúrulega komið sína eigin íbúður að drepa það er náttúrulega flesta þar og svo svafa hann skilur já, og svo var hann með þarna eins og gráslepputunnu þarna þetta er alveg eins og gráslepputunna sem var með bara inn í herbygginu sínu sem var full bara sýru og líkamspörtum ætli það verið rétt að hún hefði verið í svefnherbygginar hver? já, hún var í svefnherbygginar já. bara 2 metrum frá það var bara rúmað svo hann sefur það bara þú veist, maður er alveg eiginlega kúast já, og bara þú veist, hvernig getur þú verið svona, þú veist og bara svona ónæmi fyrir lyktinni af því að þetta er þú veist, manneskjan er gerð til þess að finnast þetta vond lykt, sko. Já. Þú veist, það finnst engum nálykt góð, það er engi bara, þú veist, þetta er bara viðbjóður. En þess vegna líka eins og með það, að því að sumir svona morðingjar, kannski lýsa þegar þeir eru að drepa, þetta er eitthvað svona, eitthvað þrill. Já. Bara þrill að drepa eitthvað mannesku. Ógeðslegt, maður getur ekki, passa bara opningi Celsius í mækin. Sumir á að koma eitthvað svona, hei, opnað og það bara hann fokkast upp í þau. Okay. Það er Celsius, hann er svolítið ekki kaldur, hann er mjög góður. Nei, Þú getur ekki mikið kaldan. Ég man ekki hvað ég var að segja. Fyrirgefðu. Rugglaði. Þú tröflaði mig. Ég er bara fann að stama. Með það, já, þrill, margir hafa einn líst í bara, stóranstöðu gerða bara, þetta er svo mikið þrill og þetta er svona, þú ert svolítið svona yfir fólki og stjórnar því með því að gera þetta, eitthvað svona. En eins og með hann gerir það, en svo eins og með þetta, hann bara sefur síðan í herberginu með þessa lykt og þess að maður er bara þrillið ætti að vera farið, skilurðu? Nei, þá var fyrst gaman að byrja, sko, þegar hann var búin að drepa á. En þessi tímabundi, þá var hann búin að... Ég ætla að gera trigger warning hérna, því ég þarf að segja svolítið ógeðslegt, mjög ógeðslegt, sem kom ekki fram í þáttunum. Má ég það? Já, þú má það. Sko, hann... Vil ég heyra það? Nei, bara þú verður að heyra þetta, því að þetta er bara eitthvað ógeðslegt sem að gerðist. Hann stundi alltaf kynlíf með þeim þegar þeir voru dánir, sko. Já, ég vissi það, svona nekrofília. Já, og kannski nokkra daga eftir þeir voru dánir. Og hann boraði göt með borvél til að geta sett misnotað og hafði, þú veist, ég reyna að segja þetta einhvern veginn, bara hafði mög við götin sem hann bjóð til á líkamannu þeirra. Og ég vissi það ekki. Nei.
og maður fara svona illt. Já, bara hvað að? Þú veist, þetta viðbjóður. Það gott að sýndu það ekki þá. Nei, það hefði ekki verið, þú veist, og þetta líka bara eitthvað sem ég sá bara hjá, geðlækni sem var í viðtali út af þessu, þú veist, hann var að lýsa þessu, sko. Og, þú veist, þetta svona bara, þetta ekki bara nekrofília í öðru veldi? Já, ég ætla að segja, sem 10. Þú veist, bara þú veist, hann var að gera þetta, hann var alltaf með borvél. Ég vissi hann alltaf borað í hausinn, held ykkur sýru eða eitthvað drastlinn í hausinn. Já, hvað það? Hann var búið til zombja. Já, þetta eitthvað sem pappans kendunum. Hann sagði honum frá rottum sem hefur gert svona tilraun með þá. Það er svona stórt stökk að fara úr rottir í algjörlega. Ég er ekki að segja þessi pappans að kenna. Nei, en svo virðist verið svo Jeffrey hafi ekki kenninum Nei. Er það ekki alveg rétt? Jú. Þannig hann var aldrei eitthvað, þetta er pappa að kenna, þetta er þess að kenna. Hann sagði ég bara svona, þetta eru mína kendir, mína kvatir. Hann bara fegin að vera tekin, sko, ég held að hann hafi verið það. En svo fannst mér eitt líka mjög áhugavert í seríunni, sorglegt, gerði mér reiðan. Það er að hann virtist valla að reyna að fela þetta. Og maður er bara, akkur er enginn sem bösta þig. Og það voru mörg einhvern veginn tækifæri til þess að góman og það stærsta var með unga strákin, Konerak. Já. Löggan var hana. Þeir bara leiðu honum að fara með hann upp aftur. Þeir ekkert að bjarga honum og því hann myrti sér líka síðan eftir Konerak. Hann myrti hann bara leið og löggan fór. Já, en ég er þannig að þá urðu mér svo ennþá fleiri fórnarnar eftir hann. Ef löggan hefði tekið hann þarna, þá hefði allar getað bjargað þeim mannslífum. Einmitt. Og þetta var einhvern veginn... Og svo, ef þú sér myndir af Konerak, þá lítur hann ekki út fyrir fullorðin, sko. Hann var 14. Hann 14 ára gamall, sko. Og hann segir þetta Löggun á drullu sama. Já, bara, þú veist, þau voru bara eitthvað, yeah, it's my boyfriend. Þeir bara, þú veist, hann segir það við lögguna og þeir bara, já. Ok, já, þetta er bara svona, ástarrifrildi eitthvað. Og þú veist, og þá er að búinn. Var hann ekki búinn að bora í hann þá? Hann var búinn að bora í hann og setja sér svona sýru í hausinn á honum. Þú veist, hversu mikið ógeð. Og það kemur alveg fram að það bara liði bara örugglega 10 mínútur frá því að hann kom upp aftur meðan hann var búinn að drepa hann, sko. Löggan var hana. Já, og svo er það líka staðrind, alveg saman þá þegar aðeins breytt í að sameina 2 konur í eitt karakter. Glenda var að hringja oft í lögguna. Ég var að klikkast þegar að horfa á seríuna. Nenniði að hlusta á þessa konu. Kíkið á hann gaur. Já. Í guðanna bænum. Bara ekkert að gerast, sko. Það var bara ekkert að fara að gerast. Og þetta er það sem að... Og af hverju var enginn dæmdur fyrir þetta? Af hverju, þú veist... Bara einhverju 2 löggur sem fengur bara eitthvað svona... Slap on the wrist og búið. Þetta er ógislegt. Og mér finnst líka bara svona að þetta bara... Mér finnst, án þess að ég taki einhverja sög af honum, að þá eru fleiri í þessu sem að gerði ekki sitt, skilur, eins og löggan. Þú veist, það var bara, þeir voru í alvörinu að vanrækja störf sín með því að stoppa þetta ekki. Það hefði getað verið búið miklu fyrir, sko. Manstu, númer hvað Konerak var? Það var... Nei, það var 91. Það var örugglega undir það síðasta, sko. Hann var tekin 91. Já, hann tekin 91. Það var Konerak 91. Já. Ég myndi það ekki alveg. Já. En bussið frá því, þá áttu þeir alltaf bara... Þeir alltaf byrjaði að hlusta á konuna sem er að hringja, hann er Glendu. Hún er að hringja og segir henni bara, herri, það er eitthvað í gangi eða. Nenni að koma og skoða þetta. Já, og lyktin og allt þetta. Og þú veist, löggan kom hann og fann lyktina. Og þú mást átt að reka hann út eða bera hann út. Hanna? Að bera hann? Já. Og það var svo ógstilt að þennan byrjunni samlokuna. Heyrðu. Borðaði hana. Borðaði samlokuna. Manski þegar Jeffrey kemur samloku. Shit. En það held ég hafi gerst. Það gerðist. Að því að Pamela Bess. Hún borðaði samlokuna. Hún borðaði líklegast mannakjöt. Pulled pork, pulled human. Maður. Já, þetta var ógeðslega creepy og hann var, þetta atriði var bara svona I made you a sandwich. Eitthvað svona, hann var svona creepy. Hvernig fannst þér að leika? Mér finnst hann geggjaður, sko. Mér finnst það eiginlega bara
mér fannst þetta ótrúleg frammistaða. Þetta er leikar sem ég hef alltaf verið mjög hrifin af, alltaf verið mjög góður, en að sjá þessa frammistöðu, bursi frá ef við setja bara til hliðar, þú veist hvort þessi rétt er átt að gera svona seríu og allt það, hann sem leikari, mér fannst ég ekki vera að horfa á leikara, mér fannst ég vera að horfa á mannesku. Hann var svo góður. Ógeðslega góður. Sko. Mér finnst hann að fá velun fyrir þetta. Mér finnst það góður. Ég gæti alveg trúa að myndi fá velun, hann myndi fá velun fyrir þetta, sko. Hann var, og bara, þú veist, hann er ekkert einu sinni það líkur honum. Þú veist, hann er alveg smá líkur honum. En samt ekki. Og þú veist... En með þessi gleru, hárið hans. Ógeðslega gleru, sko. Og það var ógeðslega líka þegar að segja, þannig að segja við fórnarlöfinu, ég ætlum að horfa á þess að myndi það. Exorcist 3. Exorcist 3. Ég vissi ekki eins og það væri til. Já, það ekki? Nei, ég held að það væri bara Exorcist. Exorcist 3. Ég held að þetta sé til 4 eða 5. Og hann segir að við, hann hérna fyrsta sem að slapp frá hann Tracy hana. Tracy sem er fyrsta þættinu sem að sleppur. Já. Hann er alveg bara svona, this is my favorite movie. Já, tjekka þessari mynd. Og svo hann líka að tala keisaran í Star Wars. Hann er með svona þess að hann var með linsunar. Það er rétt. Það er satt, já. Hann hélt mikið upp á Star Wars og hérna þetta allt, sko. Og Exorcist myndirnar, víst. Og hann segir, sko, að hérna Tracy sagði, sko, eftir á að hérna, sem hann var ekkert að gera mikið í þáttunum, ég sagði það ekki. Hann var svona það var róa fram í gráðið alltaf, menn hann var að horfa á myndina. Okay, það er svo ógíslegt. Ógíslegt. Það er bara eitthvað creepy þegar þú ert svona. Þá er þú veist ekki að mjög creepy svip. Þú veist, ef ég er bara svona, vinalegur. Já. Jú, samt creepy. Já. Er þetta þú að vera creepy? Nei, ég er að segja, ég reyna að vera vinalegur. Af því að þú gerir eitthvað creepy svip, þá er þetta creepy. Hann var creepy. Já, ég veit það. Og það var með þarna eitt handjárn fast á sér alltaf, hann Tracy, þegar hann var að pína til þess að horfa á þetta með sér. Manst ekki eftir? Jú, maður eftir. Ég var að segja, mér fannst svolítið flott að serien byrjaði þarna. Ég vissi ekki þegar serien byrjaði að þetta er í rauninni mögulega síðasta fórnarlöfum hans. Hann er tekin síðan eftir þennan gaur. Ég ætla að bara fá að sjá í rauninni eitthvað hans morðum. Mér fannst það svolítið svona skemmtilegt intro inn í seríunum. Og þetta var líka sko svo magnað því að þeir koma þarna, löggan kemur með hann og með hann Tracy tilbaka og segja, er þetta íbúðin og allt það, og þú veist, og hann alltaf með þetta handjárn. Er það ekta? Veistu já, það? Löggan fór með hann aftur í íbúðina? Já, bara hann fór ekki inn. Sko, nei, en inn allavega bygginguna? Ég veit ekki með bygginguna, hvort hann hafi verið fyrir utan eða eitthvað, af því að þeir þurfti svo mikið að fá lykilina handjárnunum og náttúrulega hafa verið að tjekka á gaurnum. Já, og þeir koma hann inn og alveg bara svona bara lyktin. Þú sér bara strax, þú sér líka bara að þetta er morðingi íbúð. Bara ekki spurning, sko. En svo fara þeir, svo skrítið því að þeir fara og þetta snýst, heimsóknin er bara eitthvað svona að þetta var ekkert svona eins og hann sagði og þeir alveg, já, ok, en ertu með lykilina handjárnunum? Þú veist, þetta er löggan. Getur ekki bara opna fucking handjárn? Já. Og þannig að þú veist, og hann segir, já, þetta er inn í svefnherbyggi í náttborðsskúfunni og þeir fara inn í svefnherbyggið þar sem að gráslepputunnan er með líkum líkamspörtum og og þá, opnar skúfuna og þá eru myndir af líkum pósuðum alls konar og þannig var þá bara svona, ég vil maður handtaka þig þú veist, maður alveg þetta var svo skrítið þú veist, lyktin segir allt já, en ef þeir hefði ekki séð myndirnar í skúfunni hefði þú bara farið með lykilin bara eitthvað, já, ég vil losa handjárnin örugglega, að þeir eru búin að sleppa Konarak, þeir eru ekki eins og bjarga honum ég veit að það var ekki bókstala sömu löggunar en samt löggan, en pældi að vera löggan sem kemur inn sér þessar myndir og það er alveg átakanlegt líka í seríunni þegar löggunar eru að tala við pappan mér finnst hann líka ógeðslega góður leikarinn tala við hann og er að segja þetta og þá fáum við að sjá í rauninni allt hausinn, var ekki hausinn í ískáp og líka spartanir í tunnunni og myndirnar og eitthvað
Þú veist, þetta er svo ótrúlega gróft. Og líka hauskúpur út allt heimi á hann. Já, já, mitt. En sko, mér langar líka að segja frá því að manstu þegar ammans, hann býr hjá ömmu sinni, kemur Ron heim til sín, sem hafi verið í bíl sem startaði ekki. Já, mitt, sem hann draggaði og náði ekki að gera neitt. Þetta var gert svoleiðis alveg bara í þáttunum að hann hefði bara komið hana og svo hefði hann bara ætla að gefa hann kaffi og þá bara draggaði hann með kaffi. Því að gaurinn var bara, við erum ekkert að fara að gera neitt. Það er ekkert að fara að gerast hérna. Og hann við sjáum hann bara til, segir hann eitthvað og þá ætlaði hann að fara út en þá var hann bara svona og missið meðvitund í stólunum inn í stofu, þú veist, og þá kemur amman niður og eitthvað og vakir með honum alltaf í seríunni til morguns, já, vakir með honum til morguns og þau fara eitthvað í strætó og skilja hann eftir í strætó saman. Sannleikurinn er ekki þannig. Sannleikurinn en hann slapp samt, þessu Ron til og hann slapp. Hann slapp, en málið var og hann, þú veist vaknaði ekki bara á spítala eða eitthvað? Jú, hann var ekkit held ég, það var allan ekkert sem ég fann það, hann hefði farið til löggunar eftir þetta því miður, en þetta var þannig að hann kom með hann heim, hún kallar eitthvað á hann, ammans í alvörinni? Já, í alvörinni og hann segir bara ég bara er allt í góðu, hún kemur niður, hún sér strákin en fer upp aftur og þá hætti damir við að drepa hann. Nei, og það enda með því að hann fer bara með hann og skilur hann eftir fyrir utan spítala, sko. Já, og hann bara ranka við sig þar. Þannig að þú veist, þetta var eitthvað svona tvist að gerst aðeins meira dramatíst. En pældi svo í þeim gæja. Rétt. Eftir að hyggja, bara, Jeffrey Dahmer var með mig. Og það munaði bara svona. Bara ammans, þú veist, sem betur fyrir var alltaf að skipta sér á honum. Og svo er líka með Hvað fannst þér það eins og ammana því þau búa hann saman? Og ég hugsaði alveg með mér, ég veit náttúrulega að þetta var eldri kona og svona og ég er að dæmd út á seríunni eins og ég endur tök aftur, ég þekki ekki söguna nógu vel en ég hugsaði, vá, þú ert rosa klúles. Amman? Já, hann myrði 3 í húsinu hennar, sko. Já. Og finnur hann að gína. Ef við gefum okkur það sé ekta. Það er alveg, já. Halló, eru enga viðrambjöllur sem fara af stað? Jú. En hún gerist þetta ekkert? Jú, hún bað hann að flytja út. Já, hún fór ekki til löggunar? Nei, sko, ég held náttúrulega að hann var svo opaslega góður við ömmu sína. Hann var það. Er það alveg ekta? Já, það var alveg, og það var ekkert sýnt svo mikið, en hann var mjög náinn með ömmu sinni, sko. Þú virtist vera vinir, í rauninni. Og hún, sko, ég held þú veist, come on. En, þú veist, ég veit það ekki. Ég held ekki að þessi gamla kona hafi viljandi verið að hilma yfir, sko. Nei, ég er ekki að segja það. En ef við lítum á staðrindina það er allavega pottið. Hann bjó hjá henni og hann drap 3 á meðan hann bjóð hana. Það er staðrind. Já. Come on. Hann gerði allt niður í kjallara. Samt. Og það var vondlíkt. Já. Og þá var hann alltaf að segja að hann var að stoppa upp dýr og þegar að og hann er mjög sérstakur þetta er mjög sérstakur maður og þetta er barnabarnið hennar. Já, en fannst þér þetta skiljanlegt að hún hafi ekki fatt hann eitt? Mér fannst þetta rosalega sérstakt. Ég er ekki að segja að hún hefði viljandi verið að hilma yfir honum. En er þetta ekki svolítið mikið bara svona ég ætla bara aðeins að loka augun og bara ég ætla ekki það. Ég held ef eða barnið þitt eða barnabarnið þitt, sérstaklega barnið þitt, gerir eitthvað svona, ég held að foreldrarnir séu bara, trúiði út fyrir bara rauðandauðan að þau hefur ekki gert þetta. Trúir maður þessu upp á. Já, ég skil það. En skilur þú viðbrögð pappans eftir á? Af því að nú hefur sér viðtöl, þess að þeir eru 2 saman. Og pappans virðist hafa elskað hann alveg bara þá getur hann dó eða skilur, en þá í dag hann er löngu farinn maðurinn skilur það maður er svona að reyna að setja sér í sér spor og það er alltaf ómögulegt að ef að barnið maður myndi gera svona
Þú veist að tala skilyrðislausa ást. Það verður að reyna heldur mikið á það þarna. Og maður er alveg bara, vá, hann stóð með honum. Já, gegnum þetta allt. Hann réttlætti þetta aldrei. Nei, ég er ekki að segja það. Nei, en ég er bara að segja, þú veist, mér finnst það, ég skil það. Það er svo grillað. Hver annar ætti að standa með honum. En myndur skilja líka ef hann hefði tekið þá afstöðu að hann hefði bara köttað á hann. Aldrei heimsótt hann í fangelsi. Já. Það er nú svo... Ég meina, þú veist, hvernig dílar við svona? Ég veit það ekki. Maður veit það ekki, skilur. Og ég held að samviskubit hafi spilað svolítið inn í hjá honum. Já, að hann hafi verið svolítið ekki góður pabbi og ekki verið mjög mikið, þú veist, á staðnum fyrir hann, þú veist. Það er reynd að vera það svona eftir á þér, eða reynd að bæta einhvern veginn fyrir það. Já. Eftir þetta kemst þau. Það kemur alveg, þannig að fyrst skipt sem hann kemur til hans í fangelsi, þá er hann alveg bara svona, ég veit bara ekkert hvað ég á að segja við þig. Þú veist, bara ég veit ekki hvað ég á að segja. Þú veist, hann er alveg bara svona, þú veist, hvað ég er að ræða. Sitja þarna smá og ammaðinn byrja að heilsa þér, eða eitthvað svona, og þá segir hann eitthvað, já, náður ekkert með hann að laga þarna loftkælinguna. Og hann alveg svona, ég veit ekki hvað maður tala um. Þetta var bara ógeðslega óþægilegt og maður skynjaði það alveg, þú veist, bara hvernig ræður við soninn þinn sem að drap fullt af fólki. En hann skrifaði bók, pabbinn. Hvað finnst þér það? Þú veist, þá er ég að tala þetta gerist, hann skrifaði bók, heldur hann að heiti bara eitthvað A Father Story eða eitthvað svoleiðis, hann sliði á þessu. Og það er verið að selja þessu bók. Það er einhverju peningur að koma inn. Finnst þér, og líka bara sem með Netflix er að gera þess að dámir þætti, ætti ekki einhver hluti af peningum að fara til fórnarmanna, fjölskyldu fórnarmanna? Jú, mér finnst það. Að í seríunni, þá er eins og hans skikkað til þess pabbinn. Já. En ég er alltaf vilja sjá bara, gróðinn fer bara til fórnarmanna. Það er að minnsta sem ég get gert. Eða þess fjölskyldu fórnarmanna. Já. Að mér finnst rosa skrítið að hagnast á svona. Já. Hvað finnst þér? Ég er sammála, algjörlega. Ef að skrifa bók eða búið til bíómynd eitthvað. Já. Og þú fær peningin, en fjölskyldu fórnarmanna fá í raun ekki neitt. Nei. Mér finnst það svona lágmark. Þetta er svolítið, sko, finnst mér common sense að reyna að gera eitthvað fyrir aðstandendur fórnarlambana. Og ég er ekkert vissum að hann hafi verið eitthvað, sko, eins og ég horfði á viðtal við hann þegar hann kom til óperu. Pabbinn. Já. Er þá Jeffrey dáinn? Eða sérst mannstu það? Hann er kannski bara í fangelsi, þetta gerist. Ég held hann hafi verið lifandi. Ok. Hvenær var hann drep? 94. Já, ég held að þetta hafi verið 93, þetta viðtal. Ok. En allan að hann segir þar og hún segir bara, það eru margir eitthvað að gaggrina þig fyrir að skrifa söguna og eitthvað þetta. Og hann segir, þú veist, að hann sé minnst að hugsa peningana í þessu, hann segir það í þessu samhengi. Heldur sé hann meira að reyna að deila þessu svo fólk geti verið vakandi fyrir því ef að börnin þeirra fara að sína þessa takta, skilju. Já, hann sagði það líka í seríunni, en þá ættu væntanlega ekki neitt mál fyrir hann að gefa allan gróðan til aðstandana. Nei, og ég veit ekkert hvort að það sé eitthvað sem var búið til, skilju. Þú veist, af því að það var alltaf verið að reyna að gera þetta eins meira edgy en þetta var. Samkvæmt Wikipedia, það sem ég las þar, þá aðstandu fengu allavega hluta af þessu. Ég bara veit ekki hvort að það hafi verið hans hugmynd eða hvort hann hafi verið skikkað til þess. Nei. Það er alveg munur á því. Já. Að því ef að hann ákveður bara, þau verða að fá eitthvað. Mér finnst það bara lágmark. Ef það kemur frá honum sjálfum, mér finnst það virðingavert. En ef hann er bara eitthvað, ég vil ekkit okkur fyrir að fara að borga þeim, þá er þetta bara hann að græða. Já. Mér finnst það svo ógeðslega ljótt. Já, ég sammála. En það er sko, þú veist, það er alveg sumt sem að ég veit ekki hvort að þetta sé satt. Að því að þessi maður virðist hafa verið alveg, þú veist, með hjarta og hausinu alveg á réttum stað, hún hafi ekki verið alveg besti faðir í heimi. Þannig að ég er ekkert vissum að
og að því að hann var alltaf að reyna að skilja þetta, hann vildi svo mikið skilja þetta, eða reyna að skilja hvað gerðist. Það spurði hann með þess að bara, Jeffrey, þú verður að segja mér, bara, af hverju? Og hann fór hann eitthvað að segja bara, mér var svo gaman að taka dýr í sundi með þér og þá bara sturlaðist hann og bara, þetta var ekki mér að kenna. Þannig að pappans. En já, og svo bara, það kemur líka þarna í þessum þáttum að hann vinnur bara í skamman tíma við að taka blóð, hann Jeffrey. Manstu þetta því? Já. Það var eitthvað svona, og svo ætti hann verið að drekka blóðin. Hvernig varstu það? Fannst það að horfa á það? Já, þetta blóð, en... Þú veist að þetta er gerfi blóð, þannig að hann var að drekka alveg blóð, en þú veist bara þetta skot eða þetta atrið þegar hann er að drekka... Og þetta er ekki satt. Drakk hann allir blóð? Nei. Hann drakk blóð úr fórnarlömbunum sínum, en ekki úr pókum. Já, ok. Já, hann drakk samt blóð. Já. En ekki af spítalunum sem var að taka blóði úr fólki. Hann var að vinna í einhvers konar blóðbanka eða eitthvað. En segðu mér þá eitt líka, eitt ég ætla að spyrja því. Það er atriði í seríunni, þar sem að hann ætlar að fara og grafa upp lík. Já. Hann sér eitthvað svona dánatilkynningu eða eitthvað, fannst það bara myndarlega þessi maður sem var dáinn og fer sér hann alltaf að reyna að grafa upp líki og alltaf bara að leggjast með honum. En hún var bara fór frosin jörðin eða eitthvað, gæti ekki grafið hann upp. Gróf hann upp eitthvað lík. Ég man ekki hvort það komið fram í seríunni. Mér minnir þetta bara þetta dæmi. Ég var að pæla hvort það sleftur því, veistu hvort hann hefði gert af einhver önnur lík? Já, hann gerði þetta. Hann gróf upp lík? Já. Nokkur sinnum. Komið það fram í seríunni? Nei. Nei, einmitt. Já, hann gerði það. Já. Mamman sagði það frá því. Að hann gerði það nokkur sinnum. Þú veist, bara ef hann fór þegar hann sá dánatilkynningu hjá myndarlegum manni, þú veist, ógeðslega klikkað. Þá fór hann í, þú veist, The Wake, eða kistulagninguna. Ja. Og var þar bara með aðstandendum og enginn vissi náttúrulega hver hann var. Og hann fór í jarðaförina og svo fór hann að gróf líkið upp, hafði mög eða nauðgaði líkinu og svo skilaði þeim bara aftur. Af því að þau urðu að vera fersk. Jesus. Já, þetta er ógeðslegt. Viðbjöður. Þetta er svo sturlað. Og hann gerði þetta, eins og með manstu þetta gaurinn sem hann hitti og fór hann á ógeðslega flott, svona Ambassador Hotel, manstu þetta því? Já. Og þá var, þú veist, þá voru þeir alveg í ruglunu hann upp á hótelherbyggi. Er þetta ekki þannig gæðin sem hann vaknaði bara með og myndi ekki eftir að drefi? Jú, já. Hann hétt Steve, já. Þeir heitir báðir Steve. Já, tveir, já. Og hann, þú veist, þá er hann látin eins og hann hafi verið að drekka óvart drykkin og eitthvað. Já. Það var ekki eitthvað, það var búið til held ég. Þú veist, ég held að það hafi ekki verið raunin, sko. Það er ekki reynd að finna eitthvað ástæð fyrir að hann myndi ekki eftir þessu. Já, hann myndi ekkert eftir þessu og hann sagði alveg bara, þú veist, ég skil ekki hvernig þetta gæti gerst, en hann var marinn sjálfur á höndum og þú veist. Bara hann til döða. Já, og þegar þetta gerist, þá fer hann út og kaupir ferðatösku, hann ekki mennina ferðatösku. Það er sérst rétt. Já, hann fer alveg bara út af hótelherberginu. Tróða honum í. Nær, kaupir ferðatösku, treður honum í töskuna og fer með hann heim til ömmu sinnar. Og þar, þú veist, þá bara daginn eftir fór hann að taka hann í sundur og það var alveg bara, þú veist, það er ekki sýnt í þáttunum, en hann bara tók kjötið og frá beinunum og svo var hann með lag eða eitthvað, setti beinin og barði með sleggju svona til þess að reyna að mylja þau. Já, meitt. Og svo geymdi hann höfuðið. Hann fór og losaði sig við kjötið bara í ruslið. Það veist, í svörtu ruslapungum. En hann borðaði alltaf líka mannakjöt? Já. En ekki alltaf? Nei, ekki alltaf. En hún fannst þá að hann væri meira með hluta af þeim með sér. Og þetta er svo... En svo er það veist, manst ekki eftir atriðum þegar hann er, situr rúminu sín og tekur svona hausinu. Jú, ég man eftir því. Já, hann var ekki með hann í plastfilmi, hann var með hann í einhverju teppi í 2 vikur,
heima hjá ömmu sinni. Og hún vissi bara ekki neitt. Nei, og hann sko, hann langaði svo að hafa andlitið, hann var svo fallegur sko, maðurinn. Og þú veist, hann hefur væntanlega ekki verið fallegur eftir 2 vikur. Nei, En svo þá tók hann upp á því að setja það í pott og sjóða höfuðið til þess að losa allt af höfuðkúpunni. Það var að gera alls konar tilraunir og... Hann langaði svo að eiga hauskúpuna á honum. Hann sauð og setti alls konar efni til þess að hún hvítari, þú veist. Beinin yfirleitt ekkert svo hvít. Þegar, þú veist, já. En þau eru oft blítsuð svona þannig að þetta sé svona, og hann ætlaði að gera það, hann setti eitthvað svona klór eitthvað í og þá var hann bara komið með hauskúpuna, en hann hafði soðið hann á mikið, þannig að hún var svona brothætt, þannig að hún brotnaði og þá fór hann bara muldi þetta bara svona niður, bara í duft og losaði sig við það. Ambassador drengin. Sem var ekkert end fyrir. Er það nokkuð? Nei. Við höldum það að vera hann. Þetta alveg bara svona, þú veist, mér veist sko, þetta alltaf bara fáránlega sjúkt, sko. Og þú veist, ég held að hann hafi alveg vitað það. Ég meina, hann er dæmdur. Hann rauninni, að sá gætt seríunni, og ég get alveg trú að það hafi verið alveg, þá reyndi pappans og lögfræðingur bara, herðu, við viljum bara segja að það hefur ekki geðveikur, skilur, og það ekki að dæma þig og þú bara fá hjálp og þú ekki fyrir fangilsi. Já. En hann vildi það ekki. Nú veit ég ekkert hvort það sé ekta. Jú, það er ekta. Ekta, já. Hann vildi henni bara, ég vissi alveg hvað ég var að gera. Já, hann vissi alveg hvað hann var að gera og hann vildi bara, held ég, vera tekinn á umferð, sko. Mér fannst það svolítið, með þessa seríu, það var þess að hann væri bara að biðja nennið að stoppa mig. Af því ég get ekki stoppað mig sjálfur. Fjörfisk í augunum? Ég sé það ekki. Nei, ok. Man líður þetta alltaf, þegar maður fær fjörfisk. Man líður bara sem maður sé svona. Já, mér líður þannig nú. Ég sé ekki neitt. Þannig að myndalega sé ekki neitt. Það svona bara að vilja láta stoppa sig. Já. Ég held hann hafi einmitt, þú veist, verið það. Hann var bara að einhverju leyti gáfaður og bara með vitandi hvað er rétt og rangt, sko. Ég held að hann að vita það. Þú veist, það hlýtur að vera. Hann átti ekki að gera þetta, hann vissi að hann gerði það samt. Það var bara, hann bara réði ekki við sig, þú veist. Og eins og ég sagði, þú veist, inn í byrjun, ég bara sé bara óbúslega veikan einstakling, þú veist, þegar ég horfi á þetta og bara svona yfir höfuð, þú veist, þá hann alveg bara ógeðslega lasinn, sko. Hvernig fannst þér þessum með Tony þáttinn? Það næstum heill þáttur sem fer svona í Tony. Já. Og hans fjölskyldu. Jú, ég meina þeir fara eitthvað frjálslega með eitthvað smá staðreyndir, eins og það hafi verið sambandi eða eitthvað. Og það kannski var ekki rétt. Fannst þessi þáttur samt ekki öflugur? Fannst þetta ekkit óþægilegt? Mér finnst það mjög óþægilegt, en þetta vakti með mér. Það var ekki nauðslegt að fá eitt svona þátt til þess að sína svona, þetta voru menn sem áttu fjölskyldur og sína drauma og markmið og þarna fengu að sjá svolítið bara in your face. Já. Það var óþægilegt, mér fannst það rosa óþægilegt þáttur, sko. Já. En vel gerður. Já, það er ekki sammála? Jú, ég er sammála, en það truflaði að þeir breyttu. Mér finnst, sko, að því að mér finnst þessi þáttur láta hann líta út fyrir að vera mannlegri en hann var, Jeffrey. Já, þú fílar það náttúrulega, já, ég skilji. Og mér finnst bara, ef það er verið að gera svona þátt, eins og, þú veist, alvöru þátt eitthvað sem að gerðist, að þá eigiru að halda þig við staðreyndir, þú veist, eins mikið og hægt er. Og líka bara, mér finnst þegar ég fattaði eða las það að, þú veist, Tony var ekkert með honum í einhver svona
sambandi eins og þá var ég alveg bara svona vákattir pirrandur fyrir aðstandendur Já. að vera að gera þetta eitthvað svona einhverja ástarsambandi. En ef ég líti á þetta bara sem dramatist verk þá fannst mér þetta svín virka. Já. Af því mér fannst það rosalega erfiður þáttur, óþægilegur. Já. Þetta svona þáttur sem mun örugglega eiga pláss í mínum haus í mörg ár. Ég var ekki að gleyma honum. Af því mér fannst, við ætlum ekki bara að koma að þeim tímapunkti, við erum búin að sjá svo mikið ógeð. Og þegar leið á seríuna, það var maður alveg bara, wow, ok, þetta er bara versna. Já, en ertu ekki samt sammála að þetta var svona eins og að væri verið að reyna að láta hann líta betur út? Kannski ekki betur út. En gera hann svolítið mannlegri. Þú veist að ég er ekkert hann hafi nokkuð tímann átt svona samband við nokkuð mann, sko. Svona, með svona hlýju og hérna. Nú er ég að stara þetta wallpaper hérna í stúdíunum í auguna sem var alveg bara tóð þessi leikarinn. Þú veist að ég held nefnilega að mér finnst það bara óþarfi að vera að gera að því að við eigum ekkert að fara mér finnst þessi sería ekki að vera þannig að við fyrir með vorkenunum. Nei, ég meina mér finnst það ekki vera glamoræsaran eða ég meina þegar serían búin var ég ekki bara vá, hvað var töff hann Jeffrey Dahmer. Nei, en það er þarna klikkhauðsur úti sem tattur hann á sig. Já, ég veit það. Og ég var heldur ekki að hugsa að ég greið hann. Ég hugsaði frekar, vá, þetta er sorgarsaga í alla staði. Hvort sem það er að hann alltaf byrja sem barn. Já. Og þetta enda svona, það er sorglegt. Hvernig löggan stóð sig, það er sorglegt. Nágrannar sem lendi í þessu. Fórnarlömbi sjálf, aðstandendur, foreldrar hans, stjúpmamma hans, bróður hans, ég meina bróður hans. Já. Það var ekkert mikið fjallað hann, en samkvæmt Wikipedia, ég las þetta þessum daginn, ég meina hann skipti bara nafn. Já. Og mér finnst það bara mjög eðlilegt. Eðlilega, já. Hvernig áhrifendur þetta hafa haft hann? Þannig að þetta er svo svakalega stórt. Þess vegna er þetta bara sorglítið alla staði. Mér fannst tónið þátturinn góður að því leitinu til að við fáum að sjá svolítið mikið hann. Fókus var svolítið mikið á honum. Bussi frá því að hvort það samband átt verið nákvæmlega svona eða ekki. Já. Fáum að sjá hann með sinni fjölskyldu. Þarna varð hann svo mikil karakter. Versus bara eitthvað fórnalamb sem bara kemur inn í seríuna, sem bara drepinn, þá erum við ekkert að mynda mikla tengingu við hann. Nei. En mér finnst flott að þetta kemur aðeins inn í seríuna, þá fáum við bara svona búm. Já. Þetta er það sem hann gerði, hafði áhrif á fólk. Já. Skilurðu? Og þetta var fólk, þetta voru ekki bara fórnarlömb eða eitthvað tölur. Já, þessi á númer 4, þessi á númer 5. Það voru manneskjur. Mér finnst að sína þar svo vel þátturinn. Og þetta er örugglega svolítið sko einmitt til þess gert. Þú veist, 100%. Tony er bara, þú veist, hann var notað til þess að sína hérna. Hann táknaði í rauninu fórnarlömbin. Já. Eða þá hlið. Og foreldrana og aðstandendur fórnarlambara. Að þetta var allt alvöru fólk og þetta var fólk með, þú veist, fjölskylduboð og alls konar skilur. Algjörlega, og hafa með sína drauma. Og hérna. Svo er það bara hrifsað. Já. Og þú veist, þetta er alveg bara svona hann hefur náttúrulega bara verið óbóðslega geðveikur. Hann, Jeffrey. Já. Og mér finnst svona, og þú veist, þú sérð það í réttarhöldunum. Sko, hann þurfti að nota glerugu, en hann var ekki með glerugu í réttarhöldunum, veist af hverju? Af því hann vildi ekki feysa fórnarlömbin. Nei, þess að aðstandendur. Já, hann vildi ekki sjá þau alveg, af því að hann leið svo illa. Skilurðu, þú veist. Þannig að hann hefur verið með eitthvað samvisku. Já. Eitthvað, af því annars ef hann væri alveg vélrætt, alveg kaldur, þá var bara haft glerun. Já, en hann sá bara í móðu og honum fannst það betra. Hann leið bara illa hana, þú veist, eðlilega og bara sem líka alltaf styrki það að ef maður heldur að hann hafi vitað það að þetta var ránt, af því að ef hann ekki vitað það, af hverju þá lítill í réttarsalnum? Af hverju þannig að taka sér glerun þá? Eða skilur? En í seríunum þá var hann með glerun. Já. Nei, sérst, í réttarsalnum. Já. Rétt. Það var smáatriði sem að Já. Það er kannski bara þess að halda í þetta lúk eða eitthvað. Það er alltaf líkari Jeffrey með
sérst leikarinn þegar hann er með glerun. Já. Það gefur þetta lúk. Og svo er hann með eitthvað svona, ég veit ekki alveg hvort að það sé, þegar hann er komin í fangelsið, hann alltaf bara segir frá öllu og hann teiknaði upp mynd sem er hægt að sjá á netinu. Ég sá hana. Hann sem hann er að reyna. Eitthvað altari eða eitthvað sem alltaf... Já, bara þú veist, einhvern veginn hvar líkamsleifar voru og svo leið, sko. Nei, já, þannig. En hann alltaf líka smíð eitthvað, að gera eitthvað hauskúpum og eitthvað. Akkur er alltaf að líta á klukkunum, finnst þér ég leiðileg? Nei. Ég er bara að tjekka hvað tímun er. Ok, ég er að tjóka. En sko, svo er hann skýrður rétt fyrir dauðan. Það er staðreynd. Já. Og hann er skýrður sama tíma eða sama dag og Gacy á að tekja hann lífi. Það er líka staðreynd. Það finnst mér rosa áhugavert. Já. John Wayne Gacy. Hvernig varst það atriði? Hann er í lokin. Ertu búin að sjá það? Ertu búin að sjá það hvað? Ertu búin að sjá þættin hann? Ertu að tala Conversation with the Killer, eitthvað? John Wayne Gacy, já. Nei, ég er ekki búin að sjá það. Við þurfum að taka það næst. Új. Hann var alltaf í trúðabúning. En var hann okkur í trúðabúning þegar hann var að drepa? Nei, hann var svona ógæðislega creepy gaur. Já, og líka hans, málar, ég las mér aðeins til hann. Þetta er alltaf allt nöfn sem að ég hef heyrt. Gacy, Bundy, Ed Gein og alltaf Dahmer. En ég þekkti ekkert alveg svo þeirra sögu, en af því að þeir sína aðeins fyrsta atriði í seríunni, eða sérst í lokaþættinum í seríunni, þá fá við sjá Gacy. Og það fór ég aðeins eitthvað að lesa mig til hann líka því að Dahmer er hérna skýrður á sama tíma. Ég gat eða ekki klára að lesa hann, sko. Í alvörinni, mér fannst þetta svo ógíslegt. Ég veit ekki hvort ég sé orðin bara tölvöld viðkvæmari eftir einhverja spatt. Já. En ég fann bara svona þú veist, hann er ógeðslegur. Það sem hann líka gerði og maður er ekki að fara að láta þess að gaur eitthvað keppast hvora var ógeðslegri. En hann var algjörst ógeð. Hann var ógeð. Bara skrimsli. Ég er líka ólíkt Dahmer, þá held ég hann hafa ekki viðurkennt. Já, það kom eins og fram í seríunni. Gacy... Hann sagði, you can all kiss my ass, voru hans loka orð þegar hann var tekinn að lífi. Minni mig að það hafi verið, you can all kiss my ass. Þú veist, hann var bara vondur. Vond manneskja. Andsetting. En Dahmer, er það ekki, hann var ekki líka bara vond? Skilur, það er svo erfitt eitthvað neginn að... Jú, auðvitað var hann vondur. Eða þú veist, jú, ég vorkenni honum ekkert, sko. Þú veist, ég vorkenndi honum sem barni, þú veist. En þessi í fangelsinu, þegar fáum að sjá hvað gerist þeirra. Þegar hann er drepinn. Bara til það. Hver var svona þín tilfinning þegar varst að sjá, þú horfður á það til því? Ég held að hann hafi viljað deyja. Já, 100%. Hann segir mér þessi í seríunni, ég vildi fá döðröfsinguna, þegar bara gáðum hann ekki. Og það voru engir varnar áverkar. Nei, og samkvæmt líka því sem, minnum með það sem gauri sem drapan sagði, heyrist ekkert í hann. Nei. Úff, pælti því maður, það er svona, það er bara verið, ég er tilbúin, ég er bara að bíða þessu. Ég held að hann að vera svo tilbúin, sko. Og svo, hann var bara, og meira segja, í fangelsi, þá var hann antisocial, sko. Þú veist, hann átti enga félaga, þú veist, tengdist engum. Nei, menn, akkur er það eitthvað að breytast? Nei, ég meina, þú veist, bara, hann var settur á lyf, þú veist. Hann var á lyfjum. Í fangelsi? Já. Sem átti að hjálpa honum eitthvað. Hvernig lyf, veistu? Bara einhver geðlyf, sko. Áttu það eitthvað að minnka þessar kvatir eða eitthvað? Ég veit það ekki, en þú veist, það segir manni samt einhvern veginn að hann hefur ekki verið með einhvern rosa, allan ekki greindan geðsjúkdóm að því að lyfin augljóslega virkuð ekki, þú veist, að því að hann var, þú veist, eins og þegar mammas talaði við hann í síma, hún talaði við hann eins og alltaf í viku. Já. Og þá sagði hann, hún alltaf, spurði hann hvort hann væri ennþá með kvatirnar og hann sagði já, þú veist. Hann var ekkert að, þú veist, hann var svo feginn. Hvað sagði hann aftur þegar þeir tók hann bara... Já, þegar löggan tók hann? Já. Þeir skellt hann í gólfið og voru að handtaka hann? Mér minna hann segir, ég ætti að deyja fyrir þessi. Já, hann sagði það. Já. Og það var satt, hann sagði þetta. Og... sagði hann þetta í alveg? Hann sagði þetta í alveg. Og þú veist... Þá veit hann 100% hann að gera rátt. Það var hann að gera rátt. Já, og svo var hann að fá í alvörunni
ógeðslega mikið af svona fanmail, sko. Það var ekki bara eitthvað eitt blað. Nei. Bréf. Það svo galið, maður. Þú veist, hvað að? Það einhver sérstakur sjúkdómur geðsjúkdómur sem hrjáir þessar manneskjur sem senda honum. Það eitt að finnast svona áhugavert, mannlegt eðli, vilja kannski kynna sér það eitt, en það allt annað. Það vera að fá sér tattoo af þessum mönnum, senda þeim pening, senda þeim eitthvað fanmail. Þú veist, maður bara... Já. Og vera bara eitthvað svona, uppáhaldsmorðingin minn, og eitthvað maður bara svona... Hvar eru aðstandendur þínir sem skrifaðir bréfið? Hvernig getur ekki sett því í spor? Aðstandendur það? Fórnarlambana? Já, finnast þetta bara gett cool. Engin samkennd? Nei, því þegar þetta var allt í gangi, konur voru að missa vatni yfir þessum manni. Hann væri svo fallegur. En þú veist, var enginn sem fekk memo að hann væri samkynniður, látaði mannin í friði. Konur voru bara yfir honum. En kallar, veistu það? Ég veit það ekki, ég hef ekki heyrt það. Áhuga aðdándur hans voru konur. En svo eitt sem finnst líka áhört eins og með það. Svona true crime þættir og podcast og svona. Það virðist að vera rosalega vinsælt fyrir konum. Það er náttúrulega bara eitthvað af okkur, sko. Nei, ég held að það sé ekki að ykkur. Ég held bara að konur yfir höfuð hafi meiri áhuga á fólki heldur en kallar. Ángríns. Þá er það svona mikinn áhuga á bara hvernig virka fólk. Já. Ég er ekki alhafa, þetta til kallar sem hafa líka mikinn áhuga, en svona heildina litið, ég þekki svo margar konur sem sökka svolítið svona djúft í svona true crime. Ég þekki tölur fleiri heldur en kalla. Já. Þú veist, við erum bara að starfa og spilum töluleiki. Já. Og þið eru líka bara allt öðru í þessi gerðin en við. Við erum dramatískari. Nú ætla ég ekki að alhæfa. Þín orð, ekki mín. Ég ætla ekki að alhæfa, en svona, ég væri svo oft til í það að vera svona, að vera kall. Carefree, eins og kall. Eins og allir kallar sem ég þekki. Ég er náttúrulega bara bræður og eitthvað. Og ég get alveg sagt það að ég er dramatísku staðið með öllum, sko. Ég viðurkenni það og maðurinn minn stundu bara ert í alvörinu að pæla í þessu? Og ég er alveg, já. En hvað heldur þú að þessi? Af hverju á konur svona, virðist vera að hafa svona mikið áhuga á svona? Og það er rosa marga konur með True Crime podcast. Já. Hvað heldur þetta sé? Fyrir utan að þú heldur þessi skrýtnar. Þetta er góð spurning. Ég held að þetta spil inn í bara eðli hjá, eins og það hefur verið talað eins og sem þetta er starfsvettvang. Ástæðan fyrir að konur fara svo mikið inn í heilbrigðisgeirann. Að hjálpa. Þú ert að vinna með fólki. Eins og að vera kennari. Fara hann í þann geira. Nei, ég alveg tala. Nei, já. Konur virðast hafa með rosa mikið áhuga á fólki. En kallar hafa aðeins meira áhuga á tækjum. Já. Svona staðal dæmið. Já, ég er ekki að allir séu svona, en virðist vera meirhluti. Tengist það ekki bara inn í þetta? Það hlýtur að vera. Það hafa bara svo mikið áhuga á fólkinu. En sko, já. Ég er ekki að segja eitthvað að því. Nei, ég fór bara að velta þessu fyrir mér að því að mér finnst svo magna hvað eru margar konur sem ég þekki sem að hafa svo mikið áhuga á þessu. Já, ég var að hlæja inn í mér af því að ég er bómaður og stjúpdóttir mín tók fram bók í góða heyrðinum daginn stjörnurnar og fyrsta sem hún las hann var þú ættir að vera í vinnu þar sem þú þarft að hafa sem minnst samskipti við fólk. Sérstu þú? Já. Ég líka ekki alhafa, það er ekki allar konur eins. Nei, ég veit það og mér fannst þetta bara svo ógeðslega fyndið af því að þetta passar alveg vel við mig, skilur en ég er samt alveg félagsverða, skilur en það er allir náttúrulega misjafnir og mér finnst svona... Ég er að tala ef þú rýndur á heildina. Ég veit hvort að tala og líka svona slúður og svona, þú veist, að slúðra er eitthvað sem við gerum. Ef þú veist, ég geri það og mér finnst óþólandi ég sé að gera þetta. Ég fæ alveg ógeð af því þegar ég er alveg, oh my god, veistu hvað?
þú veist, hringi vinkonu mínar, ertu hún að heyra þetta? Og Maggi bara eitthvað, þú veist, ég segi honum eitthvað, maðurinn minn, og hann alveg bara svona búin að gleyma því eftir 10 mínútur. Manst ekki, þannig að ég sagði þér þetta, en hann bara, ég man það ekki, því já, bara finnst þetta ekkert merkilegt. Meðan að ég og vinkonum mín erum bara eitthvað, ertu búin að heyra? Hann var að halda fram hjá hann og eitthvað svona. Og ég veit ekki, og mér finnst að ég fæ alveg ógeð á sjálfri mér þegar að ég fer í innan, eða þú veist, dett inn í þetta, að þetta er svona drama, þú veist, einhvers annars drama, og við erum að tala um það, skilur við. Og ég veit ekki af hverju það er gaman að tala um það. Þetta er ekki að því maður séu svona vond manneski. Ég er ekkert eitthvað bara svona, eitthvað, yes, þau eru að skilja, eða eitthvað. Kannski á þetta eitthvað skilt við það, en nú erum við að tala fjöldamanningja, og við erum ekki að slúðra, en við erum að tala annað fólk, svona hvers áhverð. Mér til dæmis, ég fell miklu nær því að hafa fólk, ég hef engan á tækjum. Alveg 0. En mér finnst fólk er áhugavert. Þó ég sé ekki að detti inn eitthvað svona true crime dót, það er alltaf ekki mikið aðeins. Þá finnst fólk miklu áhugaverð heldur en tæki. En á heildina litið eins og segi, og svo finnst ég að maður tala um eitthvað svona, þá fæst ég veist, tala um kærastum. Nei, það er alveg fullt af konur sem eru smiðir eða, ég er bara svona, ég er ekki að segja hver einasta kona, hver einasti kall. Ég ætla að segja undantekningin. En þegar maður horfir á heildina, þá virðist þetta vera algengara. Konur sækir svona, kallar sækir svona. Staðar. Áhugasviðin er ólík. Já, og líka sko, það eru fleiri kallar morðingjar heldur en konur. Já. Það held ég að sé alveg bara gefið, sko. Já, 100%. Sko, ég sagði þegar við vorum að horfa á þetta, ég og Magnús minn, og sagði ég við hann einhvern tímann, bara ég djóki, sko, ég sagði við hann, ég bara, mér er alltaf langa að vita hvernig það er að drepa einhvern. Og hvernig tilfinning það er. Ljómar illa. Já, ég alveg grín, ég var að djóka, sko. Já. Það var bara ógeðslega creepy að segja þetta svona í miðjum það. Mjög ósmekklegt djók. Eins og minn er... Þinn húmor er þannig. Það er rosalega mikið þannig. Djöðlega gott maður. Þetta er rosalega gott. Popsmellur. Popsmellur með pipar. Pipar dyrti. En, mér langar að tala um. Já. Passa að smetta ekki mækin. Það er sýnt þarna í þáttunum sjálfsvígstilraun mömmunar. Já. Hún gerði það. Hún reyndi að drepa sig. Já. En það var eftir að hann dó. Á afmælisdaginn hans. Nei. Jú. Og það var, hún var áttir og svo erfitt með að lifa með þessu, sko. Hún var náttúrulega bara, ég veit ekki son hennar, hvernig það samband var, David. Já, David, við bróðurinn. En þetta var svolítið svona, ég las smá greinum einhver blaðamaður sem var að fylgja eftir svona svolítið, gegnum árin. Og mér rosa mikla samkennd þessi kona og bara þegar blaðamaðurinn misti einhvern nákomi sér þá var hann alveg bara I'm so sorry for your loss og hún var með rosa mikið svona bara En hún létt sig hverfa? Létt sig hverfa, já. Hún talaði ekki við hann í 8 ár. Ég held að hún láti sig hverfa 83. Kom sér ekkert aftur en hans líf fyrir 91. Er það ekki rétt sem er? Jú, ég held það. Það er rosa langur tími. Já, og líka bara Getur þú gert það? Nei. Getur þú hægt að tala um barnið í 8 ár? Nei. En hún sko eins og hún sagði við hann í þessu sem að er örugglega byggt á einhverjum sönnum atburðum, ég veit það ekki. En hún sagði þú hefur varla litið á mig síðan þú varst 5 ára eitthvað. Segir hún við Jeffrey þegar hann er mamma ekki fara eitthvað. Og En þú ert mamman. Já, og hún segir líka eitthvað hefur einhvern tímann hugsað þér að biðja mig að hjálpa þér að taka sundur dýrin? Og hann bara, nei, að því ég veit, þú myndir ekki vilja það. En þú hefði getað spurt mig. Eitthvað. Þetta hljómar svo barnið, ekki foreldri. Já, og þú veist, þarna er svolítið sko, alltaf manneskjan líka veik. Ég veit það. Ég er ekki beint að dæma hana, ég er bara
Ég reyna að setja með þessi spor, ég meina, ég gæti ekki ímynda mér að ég myndi hægt að tala um son minn í einhver ár. Nei. Og svo kemur hann aftur, hann er alltaf bustaður. Og svo er gefið í skyn, manstu líka þegar hann var í hernum, að hann hafi verið að byrla mönnum í hernum. Er það bara eitthvað rugl í seríunni, veistu það? Nei, ég örgla ekki. Mér finnst það ekkert ólíklegt. Nei, hann hafi verið að gera eitthvað aftur það líka. Hann var honorably eða dishonorably discharged. Ég held reyndar að það hafi verið honorably discharged. Já. Hann er ekki gert neitt kannski beint af sér. Nei, það var út af fyllir í honum, sko, sem hann var látin fara. Hann var alltaf fyllur. Já, einmitt. Það var bara það. Jú, það kom fram í seríunni. Já. Ef við minnið það. Hann þá kemur heim. Já. Sorry, mér finnst flott aðeins líka þegar pappin hugst tilbaka. Rauðu flöggin. Já. Þá svona klift, fullt atriðum. Og hann er bara svona, hann er að segja átt þess á því bara eitthvað, og þetta var fyrir frá neða mér alltaf tíman. Já. Ég bara sá þetta ekki, ég heyrði þetta ekki. Þetta var bara svona mikið maður. Svona, hvað var sem í gínu í herbygginu? Sorry, ef að sonur minn myndi gera það, þá alltaf þyrfti ég aðeins að setjast niður með honum og ræða við hann. En ef hún væri bara standandi? Ekki undir sæng. Standandi í einhvern búning, þetta var bara gína, ekki neinu. Standandi í herbyggi, já, það er líka skrítið. En þetta var eitthvað svona, það var búin að setja eitthvað súpan búning á hann eða eitthvað svoleiðis, þetta var bara eitthvað, bara, ég veit ekki, eitthvað safngripur. Já, nefnilega sko. Ekki dóttir þín með gínunni hjá sér? Nei, ef hún væri fatahönnur, þá myndi ég segja já, ok. Já, það er svolítið annað. En þú fattar hvað ég verð að segja þér þá sögu, bæta inn í, að þegar ég var lítil, þá kynntumst við manni, ég og bróður minn, sem átti 2 geggjaða hunda. Og hann kom til Djúpavíkur þar sem við vorum með hótel og svona, og hann bara, við elskum hundan hans. Þannig að hann var ógeðslega næs við okkur, og bara svona vinátt að myndaðist. Og svo þegar einhvern veginn löngu seinna, og það veist, við vorum búin að þekkja hann í nokkur ár, að þá bauð hann okkur í heimsókn í bænum. Og þegar við komum heim til hans, þá var íbúðin hans full af gínum. Ég er ekki að ljúsa. Af hverju? Kvenmannsgínum. Ég veit það ekki. En þetta í dag, þú veist það ekki? Ég veit það ekki. Þetta er bara... Þetta er skrítið. Já, og við komum hann í heimsókn, náttúrulega bara að því að... Var hann að hanna kjóla eða eitthvað? Alls ekki. Nei, þá er þetta skrítið. Já, og bara við komum hann inn og, þú veist, hann bjóð þarna einn og þær voru allar naktar, gínurnar, ef maður getur sagt þessu naktar. Það var engin föt á þeim? Nei. Mér svo skrítið að segja naktar að því að... Já. Það var ekkert á þeim? Nei. Og Engar hárkollur að þeim? Nei, ég man ekki til þess. Það gæti alveg verið samt. Ekki það að vera eitthvað mikið skárra. En þarna býr þessi maður með í húsi, með gínur kvenkins, ef það er hægt að segja það, kvenkins gínur. Jó, þú sér alveg mun á þeim. Já, og Nú voru hann brjóst. Já. Og og þetta var eiginlega lokin á þessu sambandi okkar, því að þetta var bara eitthvað, ég var bara krakki og ég og bróður minn. Þetta er skrítið. Já, og við vorum alveg bara bæði bara svona, maður vissi ekkert alveg hvað var skrítið við þetta, en þetta var bara skrítið. Hann gínur heima hjá sér. Og líka gínur? Margar. Var það bara stofan full af þess? Já, bara út allt svona, hér og þar í íbúðinni. Sem eitthvað skraut? Já. En þú sagði samt að það var ekkert á þeim. Það var ekkert að sýna eitthvað svona flott föt eða eitthvað. Ekki neitt. Og svo var bara svona eitthvað svona eins og einhver vökvi sem hafi storknað á þeim, skilur við. Ég sá það. Þú ert að djóka? Nei. Ég veit ekkert hvað það var. Það geti að vera vín eða vatn eða eitthvað. Ekki vatn? Eða eitthvað. Djús. Jesús. Líkamsdjús, nei. En þú veist, þetta er sönn saga og og það var bara þarna, þú veist, og við bara svona,
þetta var bara, við erum mikið hundafólk við bróðum minn, sko, þannig að hundarnir voru það sem að dróða okkur til að fara í heimsókn. En kínurnar slógu allt út af borðinu. Ég hefði ekki mikið áhuga á þessu. Ég vissi ekki einu sinni hvað væri rangt, en ég vissi bara að það væri rangt. Hvað er á tala? Voru þetta 3? Ég myndi segja svona 5. 5 kín, og var það alveg full size? Já. Að lappir og handleggir og það mjög skrítið. Einu skrítið sem ég sé svoleiðis í Dahmer-seríunni eða bara einhvern hryllingsmyndum. Ég veit það. Þetta er ekkert eðlilegt. Þetta á heim í verslunum og búið. Já, og svo meira sér gínutnar sem svona fatahönnur með yfirleitt bara hérna og svo svona líkami og þannig að getur hanna fött á eitthvað. Það er ekki svona. Þetta plastgínur, alveg svo hann var með hana. Bara hvítar en ekki silfurlitar. Ok. Förum að slá botni í þetta bara. Þetta er búin mjög skemmtilegt. En maður er komið í magan að vera Það er svona, vildi ég slá, ég vildi bara koma með eitthvað svona skemmtilega sögu í endan. Já, en þetta er samt ekki alveg búið. Því ég meina spurningu í lokin. Af hverju heldur þú að það sé ekkert mikið á svona görm í dag? Þeir voru allir upp á svipum tíma, Gacy, Bundy, hann, svo kannski aðeins á undan. Það alveg, ekki... Eru margir aktífir, ég veit að eru fjöldamanningjar, en þá ég að tala þessi típa sem bara allir fjölmennar fjallum, þá veit allir hvað heita. Við erum alltaf bara, þegar við tala fræga fjöldamanningja, þá alltaf farið í þessu gömlu. Sem, þú veist, ekki 30 ár síðan dóu. Af hverju eru ekki að fá veist, og ég ekki að biðja svoleiðis, ég bara veldi þessu fyrir mér. Erum við að lesa í dag eitthvað svona fjöldamanningjar? Svo spurning, alltaf svo mikið í dag. Þetta kannski bara tínast í milljón fyrirsögnum? Já, ég get alveg trúið að það væri partur af þessu. Þú veist, verið að góma eitthvað gæja í dag sem búin að drepa kannski 15 manneskjur? Svona. Þá ég ekki að tala einhver hrikaleg skotár og eitthvað þannig. Ég er að tala svona típ. Svona fjöldamorðingja. Ekki svona skólamorðingja. Nei. Þeir eru alltaf, það endalaust af þeim núna. Sko. Já, endalaust af þeim. En það alltaf hrikalegt, en það aðeins, það öðruvísi. Kannski, sko, þetta náttúrulega bara annarkvort. Eru menn hættir að fara þessa leið út af því að það svo auðvelt að rekja ferðir fólks og þú kemst ekkert upp með þetta. Þetta erfiðar að vænta í dag. Já, með GSM-síma, þú getur fylgst með bara hvar þú varst síðast, þú veist, þannig að þetta er erfiðar að komast upp með að vera að dreipa fullt af fólki og bara svoleiðis. En ég held þetta sé líka bara að, þú veist, ég held að sé alveg mikið að klikku sem að núti, sko. Ég held að þeim hafa ekki fækkað, þeim frekar fjölgað, sko. Og menn sem að geta, og, þú veist, það örugglega, ég myndi eiginlega frekar setja það á það að þetta væri að tínast það núti, sko, og kemur í ljós seinna, skilur. Já. Af því að, þú veist. Það eitt sem dettur í hug, svona sambærilegt, að samt svo þetta að segja það, en svona ógeðismál sem kemur upp, nafnið sem að, eitthvað sem allir þekkja, held ég flesti bara, það Jósef Fritzl. Já. Ég veit að hann var ekki fjöldamorðingi, en ég sem svona sambalegt, fjölmennlega pikkuð þetta upp, þetta kemur í ljós, svaka mál, algjört ógeð, skrimsli þessi gaur. Það er svona eina sem dettur í hug. Sem var svona, já, ég meina drapan einhvern. Ég held nefnilega ekki drepin. Nei. Ég byggðist afsökunar að þetta ruggla mér, ég held ekki. Hann var alltaf algjört ógeð og það poppuð upp, ég veit ekki hvort það mannst þetta í, en það fór að poppa upp fleiri svo skaurar. Og þegar maður lasi þetta var líka eins og það var alltaf að toppa okkur annan. Þú veist, ef einhver var búin að læsa barnið sitt í 10 ár, þá var næsti 15. Svo kom annar, það var 25. Og þá var hann kannski með 10 börn. Þú veist, þetta var svo galið. Mannst eftir þessu? Ég man eftir þessu, já. Það komu nokkrir í kjölfarið. Það var hérna þessi maður sem að draf sig bara eiginlega samstundis, þvílík hetja. Ég þoli ekki þegar menn gera þetta. Get ekki axlað ábyrgð á gjörðum sínum að drepa sig bara í fangelsi til þess að, þú veist, ég bara svona reynum að halda hún lifandi, bara ángríns. Það var hérna einn einhver, hann var svona, ég man ekki nafnið á honum, en hann var með 3 stelpur, hlekkjaðar heimið á sér og þær sluppu á endanum, þær höfðu verið í einhver ár, sko. Og hann var bara, sko,
kunningi fjölskyldna þeirra, skilur við. Hann var bara eitthvað svona, já, hvað ætli það séu, ég veit það ekki, með að hlekkja þær heima á sér. Það er alltaf bara eitthvað, þú veist. En er ekki best fyrir okkur bara að hætta að fjalla svona menn? Ég er ekki, sko, þú veist, af hverju erum við að gefa þeim, og ég veit þetta er þversögn, því við erum að gera hérna dómer þátt. En er það besta leiðin bara, ef ekki bara slökk á þessu bara ef þetta kemur svona óst, bara er ekki fjallað það, eins og skota á þessir, að það maður veit alveg að það eru einhverju aðalega sem sækjast í þetta athygli. Að því að finna svo Jeffrey Dahmer, Ted Bundy og svo ógíslegu gaurar. Eins og tala maður, fólk er að fá sér tattoo og það er eins og séu sumir lítið upp þegar, ég veit ekki hvað. Er það ekki bara besta að við vitum bara aldrei hvað þessi gaurar heita, þeir fá enga athygli? Jú, sko, ég er einmitt ekki hlynnt því að það sé verið að gera, sko, ef hann væri á lífi, þá fyndist mér þetta ekki, já, cool. Finnst þetta verra? Sko. Já, að því mér finnst ekki að setja svona lið upp á stall og gefa þeim alla athygli í heiminu. Nei, ég er að segja að eiga þær að fá einhver athygli, ef ekki bara slökk á allri athygli. Sko, að því að ég var í afbrotafræði í háskólanum, það vakti svolítið þetta hjá mér, þennan áhuga á glæpum og glæpamönnum, þú veist, afbrotafræði er óbáslega svona athyglisvert. Ég trúi því. Og það er bara einhvern veginn, þú veist, það er minnstur í þessu öllu, en maður þarf bara að vita hvernig, þú veist, og það læri maður í afbrotafræði og þú veist, yfirleitt eru allir gerendur fórnarlömb fyrst, þú veist. Já, algjörlega. Það er bara svo leis, og en mér finnst ekki að setja fólk upp á stall og ef hann væri á lífi þá finnst þetta væri bara ekki það sama því að þú veist mér finnst þetta ekki, þú veist, það er sagt monster og allt það en mér finnst það megi frekar gera þetta þegar mennirnir eru dánir, sko. Já, ekki gefa þeim alls ekki. Þá ánægir bara eitthvað, þú veist heila seríum við. Það er bara, þú veist, eins og bara... Það getur bara hlakkað í honum, bara yes. Já, og þú veist, það eru alveg svona ég veit ekki hvenær maður flokkast sem fjöldamorðingi, hvað verður að drepa marga og á hvað miklu löngu tímum. Það er nefnilega, það er eitthvað ákveð, ég held að sé eitthvað svona, það verður að drepa 3 og það má ekki á sama þetta er eitthvað svona skrítið. Þetta er mjög skrítið og það er einmitt eitthvað svona klikkhaus núna, það er réttarhöldir yfir honum, svona school shooter núna, það er bara að gerast í Bandaríkjunum og hann er einmitt svona, bara svona, hann er bara eitthvað skrítin. Já, neins með hann, var hann kannski gerður aðþekli? Kannski, og það er komið mér eitthvað orð yfir eins og svona gaurar sem að drepa bara stelpur að þeir eru svona kynferðslega frustrated, hefur ekki heyrt um þetta? Jú, er það með incels? Incels, já. Ég held að það sé bara til orð yfir þetta. What? Ég held að það reyndar incels, ég held að ekki allt menn sem drepa konur. Nei, en þeir eru með réttláta reiði gagnvart konum af því að þeir fá ekki kynlíf. Já, ég man ekki alveg hver skilgreiningin er, en það er eitthvað svona, en incel er orð, Já, en mér finnst það einmitt verið bara eitthvað svona, þetta er eitthvað nýtt. Þú veist, þetta er eitthvað sem að... Já, menn þetta var ekki til þegar til dæmis Jeffrey Dahmer var... Nei. Þú veist, þannig að ég bara svona, og það var einhver svona gaur sem að drap einhverja konur eða stelpur í skólanum sínum, af því að hann var sonur einhvers leikara eða leikstjóra. Hann var svolítið frægur og hann gerði þetta og hann var með svona vídeo bara það er engin kona sem vil sofa hjá mér fór og drap einhverja bekkjarsystur sínar og maður er alveg bara svona lærðir þú ekki í æsku að þú veist, þú færði ekki allt sem þú vilt? Nei, já, algjörlega. Ég meina þetta er bara svona common sense þetta er bara, þú veist, þetta er náttúrulega bara það var grilla, sko. Algjörlega grilla. En mér finnst, þetta er erfitt að hugsa þetta og erfitt einhvern veginn að reyna að tækla svona, því að ég er líka alveg hlynntur því að auðvitað þarf að ræða hluti og hafa upp á yfirborði, en svona sem með svona gæja, ég meina, segjum að kemi bara í ljós á morgun, þeim til að finna einhvern í Bandaríkjunum, það var eitthvað svona Jeffrey Dahmer típa, búin að drepa kannski 20 manns og hann var að grafa einhvern í kjallar og eitthvað. Ef það kemi í ljós á morgun, væri best samt að bara jarða það, ekki tala um það. Ekki búa til nýjan Jeffrey Dahmer. Þá er enginn að fara að fá sér tattoo. Það er ekki að gera seríur um hann. Það er kannski besta leiðin til þess að reyna það að fá þess að gaura til þess að,
Ég veit ekki, svo kannski virka það ekki, ég hef ekki hugmyndið það. Ég vona bara að þessum gerendum líði ógeðslega illa, sko, en ég samt einhvern veginn á því að, þú veist, það sé aldrei góð leið að þagga hlutina niður. Ég bara einhvern veginn... Nei, ég veit að ég ekki með eitt svar, ég bara velti þessu fyrir mér. Nei, ég skilda, ég bara að spá, eins og ég fór hana til Auschwitz í sumar að skoða það og þá var fólk alveg bara svona, hvað að? Akkur þetta fara þangað og eitthvað og ég var ekki að til að skemmta mér, sko, en mér finnst að ef við ætlum bara að þegja og pæla ekkert í þessu, að það sé pínu vanvirðing við þá sem voru drepnir hana og það hana... Já, það einn vinkillinn í þessu. Já, og þegar þú kemur inn í Auschwitz, það fyrsta sem þú sérð bara skilti sem kvót í einhvern mann að þeir sem að kjósa að gleyma fortíðinu eru dæmdir til endurtakana. Já, einmitt. Þá lærum við ekki. Nei, og það bara, þú veist... Það alveg punktur líka. Og það þú veist, þarna einhver ílska sem að þú veist, bara var til, og þetta ekki svo langt síðan. Nei. Fullt af fólki sem að snarbila að drepa fullt af fólki. Ég veit það. Og að, þú veist, það er margt sem að skilur ekki, og mér finnst það eigi að tala það, svo við gerum þetta ekki aftur, skilur við. Hérna verða, þú veist, eins og í hvað hétu þættirnir hann gaurinn sem byrjaði að búa til svona týpur úr glæpamönnum. Hann var að læra að lesa í glæpa hegðun. Er það Mindhunter? Já. Þú veist, þetta bara nokkur ára, skilur við, þú veist, það sem hann bara svona að setja samasemmerki í, þú veist. Ég veit ekki hvað sem við tala um þætti. Jú. Hann er svo sem að byrja að skrá niður og taka viðtöl við glæpamenn. Já, FBI-hverinn. Já, ok. Þú veist. Ég hef ekki séð. Hæ? Af því að þetta ógeðslega áhugavert, af því að þetta alveg, og þegar við lærum mynstrinn, að þá hægt að stoppa. Svo líka spurning, kannski að því ég var að spyrja okkur ekki svona görur í dag, kannski búið að taka þá alla, áðunni ná að detta inn í svona mikið mannfall, skilja að það er mörg dráp. Og þú veist, og googlar einhvern viðbjóð, þú veist, eða bara þú veist, ég held að sé alveg svona mennan úti, sko. Já, en ég að tala um að þessari svona stærða gráðu. Skilur. Ég meina, það er eitt síðan mann eftir, það voru, ok, ég mann ekki nafnið, en ég get ekki sett það alveg hliðin og dómur á þeim. Manst ekki eftir snæperunum í Bandaríkjunum. Þeir voru búin að útbúa í bílnum sínum, voru með riffil, það voru feðgar minnum mig, og voru að skjóta fólk. Þetta ekki það gamalt. Þeir drápa alveg nokkra. Þú ert ekki að tala um nokkra, já. Já. Og voru búin að útbúa einhvern veginn bílnum, þannig að einhvern veginn leið, svo bara búið að bora gat í gerum skotti eða eitthvað. Þetta gerist minnum í Washington DC, kannski röglega verð. Þetta gerist í Bandaríkjunum. Og þetta voru minnum með feðgar og þeir voru svona, það voru fjöldamorðingjar. Náttúrulega öðruvísi en dómar. Og þeir drápu bara einhvern. Já, mér minni það. Þetta var ekki eitthvað svona, fór ekkert inn í skóla og reynda að skjóta eins og eitthvað gátu. Það var ekki þannig. Pældi í því. Farið á gæs eða eitthvað í alvörunni. Eitthvað langar að vera svona að liggja í leini og drepa einhvern. Já, þetta er bara ógeðslegt. Hvernig byrjuðu þeir að ákveða þetta? Pabbi, mér langar svo að drepa fólk, bara svona snæperstæl úr bílnum. Ég veit ekki hvort það verið hugmynd frá sinunum eða... Já, þú veist... Mér minnir þetta var feðgar, ég set disclaimer, ég man þetta ekki alveg, en mér minnir alltaf að koma eitthvað svona frétt og ég man eftir að sé eitthvað svona mynd af bílnum, eitthvað svona búið að teikna upp hvernig gerði þetta og eitthvað. Þetta á fucked up. En svo getur líka verið, þú veist, það alls konar leiðir til þess að kannski einhver maður sem vinnur á skemmtiferðaskipi sem hendir alltaf einum farþegi út í sjó og það bara slys. Já. Þú veist. Já. Maður veit það ekki. En það alltaf ekki fjalla þann mann, skilur við. Nei, það ekki komist upp. Og við vitum ekki. Við veitum ekki hvað það sé til. Jésús, við erum að enda þetta hérna á léttum nótum. Herðu, ef þú þurft að gefa þessar engun, ef þú þurft að gefa þessar seríu engun. Já. Sem bara dramatískt verk, þetta mínisería, getur reynda svona bakka fráskilur, það er bara eitt smá hérna, ef þú þurft bara að setja í spór sem þú þekktir ekkert sögunast Jeffrey Dahmer, þú myndir bara horfa á þessu seríu, myndir gefa henni háa engun. Hvað erum við að tala um, 1 af 10 eða? 0 upp í 10.
og bara upp á seriðin, ég veit ekki hvað serið það væri bara 10 að ég að átta mig á þú veist hvernig fannst þetta virka sem serja þetta er ekki heimildaþættir. Já, sko, mér finnst alltaf pínu erfitt þegar að vera að hlaupa eða svona fara fram og aftur í tíma af því þá þarf ég bara að einbeita mig óbáslega vel, ég er náttúrulega með ADHD og ég þarf að, mér finnst það pínu erfitt en þegar ég horfði á þetta í annarskipti þá skildi ég náður að fylgja betur bara bjó til tímalínu sjálf, þú veist en og það er einhvern veginn óþarfi finnst mér í þessu. Ég er ekki alveg sammálaðið þar. Nei. Af því ég oftast er ég ekki svona hrifin af eitthvað svona 5 years earlier, eitthvað byrjar eitthvað saga og svo eitthvað fyrir aftur í tíman. Oftast er ég ekki hrifin af því. Nei. Mér fannst það einhvern veginn virka í þessar seríu að því að þú hefur byrjað, að því að þú tekur þetta réttir tímaröðu. Ég ætla bara fyrst aðrið sem hann er bara lítill strákur með pappa sínum og... Já, nei, mér finnst sko, ég ætla að segja það líka að það er allt öðruvísi þegar verið að flakka fram og aftur í tíma þegar það er annars vegar barn, hins vegar fullorðinn einstaklingur. Barn, fullorðinn einstaklingur. Meina fyrir því sem áhorfandi að aðgreina hvað er hvað? Já, þá er ekkert mál fyrir maður að skilja það, en það er verið að flakka á milli kannski 83 og svo 87 já, og svo 91 og svo, þú veist, að því þarna eins og með þessa bræður, ég var ekki alveg að fatta þetta fyrst, bara, já, þú hittir bróður minn, eitthvað. Já, þá var ég alveg bara að byrja og það kemur lengur seinna. Ég er enda náðalega að púsla því saman. Já, þú ert svo klár. Ég er bara svo vittlaus. Það er það sem þú ert að segja. Þín orð, ekki mín. Ok, hvað er með einhvern? Ég ætla að segja, ég myndi gefa þessu... Sjá hvað þessu með söm einhvern? 7,5. Ok, ég fara alveg í 8. Já. Mér fannst hún drullu góð. Easy to please. Ég er að tjóka. Mér fannst það vönduserja, ég fann líka bara sjálf mig... Já, ég ætla að breyta. 8. Já, ég stóð sjálf með blæði ég fann það að ég var það hljóma svo illa, en ég var spenntur ára á næsta þátt. Mér fannst þetta ekki leiðinlegt og ég myndi aldrei líta þetta sem eitthvað geðið skemmtiefni, auðvitað ekki mér fannst áhugavert, mér fannst þetta spennandi vel leikið, þannig ég myndi alltaf mæla með þessar seríu, en ekki fyrir alla. Nei, guð, ég bara það er fólk annað sem að myndi bara ekki með þetta. Nei, og þú veist í hinum fullkomna heimi þá myndi ekki svona hluti gerast en mér finnst svona einmitt að það þurfi að segja sögur af því sem gerist, þú veist, segja frá því sem gerist, þú veist, til þess að sportna kannski gegn því að þetta. Til þess að læra af fortíðinni. Já, læra mistökum annara, til dæmis. Já, algjörlega. En ég segi 8 já, að því að ég, mér finnst hann geggjaður í þessu hlutverki. Þú líka horfði tvisvar á hana. Já. Ekki, þú veist, ég var bara með metnað fyrir þessu. Greinilega. Já. Herru, fyrir að slúttu þessu geta. Já. Þetta var fræðandi og skemmtilegt. Já, megum við segja það. Það verið skemmtilegt. Já, þessi þáttur var skemmtilegur. Já. Herru, takk fyrir að koma. Takk.